Góða kvöldi og verið velkomin í þriðju umferð GR-verkdeildarinnar. Ég heiti Kókó Króli og verð með ykkur hérna í kvöld og mér til stuðnings verður engin annar en Fenrisúlfur. Velkomin Fenri í stúdíóið. Þakka kærlega fyrir Króli, mikið óbúslega gaman að fá að vera hérna með þér aftur. Við erum ekkert með verri umferð núna í kvöld heldur en aðra umferð, en eigum við kannski að líta á hvað gerðist í seinustu umferð, líta á hvernig stigataflan var það eftir aðra umferð. Við erum með Þórsarana í fyrsta sæti með 4 stig og hafa ekki tapað einum leik eftir 2 umferðir og gefa fast á hælum þeirra með 4 stig og pluss 4 í leikjatölu. Síðan erum við með 3-4 með 2 stig og pluss 2 og Dusty jafna þeim en með 0 pluss mínustölu í leikjum. Quick og Ravík sitja ennþá saman á botninum með -6 í leikjatölu. Heldur að við munum sjá einhverja breytingu á botninu núna í kvöld með við vanlega? Það er erfitt að segja það með við leiki kvöldsins þar sem að bæði Dusty mætir Quick og Ravík mætir OGVAF. En veistu hvað sæti maður varð Oatking vikunar? Hann mætti segja að hann væri algjört peanut butter og jelly, en Oatking vikunar er engin annar en Rexer. Rexer í seinustu viku var með 2,67 mörk í leikjum, 0,33 stóðsendingar og svona meðaltali stig 627. Til hamingju Rexer fyrir að vera Oatking vikunar. Ætlum við sjáum eitthvað svipað í kvöld frá honum. Ég meina, fyrsti leikur er náttúrulega engin annar en Þór 354 ef við lítum á dagskrá kvöldsins. Þá byrjum við á Þór 354 og spurning hvort að Rexer geti haldið þessu áfram og verið kannski aftur Oatking vikunar. Rexer náttúrulega spilaði gífurlega vel í seinustu umferð og leikur 2 var í rauninni bara hans, 100%. Já, það er bara þannig. Síðan höfum við Quick, Dusty eftir það 2015 og Ravík og OGVAF seinasti leikur kvöldsins. Spurning hvort að Ravík geta unnið 1 leik en kannski gera Quick það líka og halda þessari stöðu í töflinu okkar, bara botninum réttum, eða svo sem réttum og ekki réttum. Það er það besta sem þið geta gert. Quick og Ravík er að reyna að stela leikjum af þessum svona stærri liðum í rauninni. Það er bara algjörlega þannig. En í kvöld við byrjum á Þór 354. Þórsarar byrja kannski eins og vanalega. Ef við förum yfir þá eru við náttúrulega með sterkasta line-upið, nema kannski OGVAF með jafnsterkt line-up, en þeir eru náttúrulega með Step, Bjarna, Rexer og Pappa 4. Allir mjög sterkir leikmenn og spila mjög vel saman. Step, Bjarni og Rexer, þetta er held ég ætla að þóra að segja að þetta sé svona sterkasta line-up þessa tímabils. Já, OGVAF eru þar fastur á hælum að mínum mati. Ég held að það veri stórleikur þar á milli þegar við komum á því í umferðin í deildinni. En 3-4 náttúrulega gerðu skiptingu í seinustu viku. Þeir gerðu það. Út fór Tossis og inn kom Krypto og hans til stuðnings eru náttúrulega með Munda, Vex og Simmaval. Ætlum við fáum ekki bara sama line-up frá þeim og við fengum í seinustu viku? Mundi, Krypto og Vex? Já, Mundi, Krypto og Vex. Ég held að það sé. Ég hugsa að það sé alveg rétt, sko. Já. Þeir spiluðu, sko, til að byrja með voru þeir svolítið svona hikandi. Já. En svona þegar leið á þá svona fóru þeir að verða meira svona sáttari með hvern annan, geta tala saman og spilað. Þannig ég hugsa ef að þeir geta haldið því áfram að þá þetta sé mjög sterkt line-up. Já, en það var náttúrulega rosalega tæpi leikir þarna, þó að 3-4 unnu Ravík 3-0. Það var fyrsti leikur mjög tæpur á milli Ravík og 3-4. Ravík næstu áttu hann kannski aðeins meira skilið, en það er ekki nóg að hann eiga skilið. Þú verður að klára leikina þína, verður að halda líka haustnum. Stófer gefur þarna uppbótartímann pínu. En ég held að hann rífi sig upp úr því núna og sýni sig sjálfan. En þeir sem heima sitji minn ykkur á millumerki OR fyrir Þórsarna og millumerki 354 fyrir 354. Það verður gaman að sjá hvað fólki heldur heima. 354 náttúrulega gerðu breytingu seinast. Hvort að þeir séu búin að
gera sér stílhreitni í spilinu sínu, spila meira saman, taka svoköllu skrim sem að leyfa sér að sletta. Það spurning hvernig þið mæta til leiks, hvort þið séu búnir að spila sér saman, geta tala saman og verið svolítið þéttir. Já. Þetta klárlega erfiðasti leikurinn á tímabilinu á móti Þórsurum. Algjörlega. Geta þið strítt þeim, það alveg spurning. Það stór spurning hvort þær geti það. Þórsararnir einmitt búin að vera mjög sterkir og allt þar bakvið bara upp á 10. Ég held að þeir hafi fundið skrim áðan Þórsararnir við útlendinga. Ég er ekki alveg viss en finnst það alveg líklegt að þeir séu að fara að líta þangað Þórsararnir og jafnvel OGVF líka fara á einhver önnur mót heldur þetta, prófa að fara út á einhver mót eða svona spila úti. Það væri gaman að sjá hvort að Þórsararnir og OGVF fara að gera það. Það mjög ágætis hugmynd og bara víkka sjóndeildarhringinn eins og maður segir með þetta og bara upplátt að gera það. En ég er að spá í þennan leik núna. Já. Hvað heldur þú að gerist? Hver er þín spá? Mín spá? Sko, ég veit ekki hvort að 3-4 hafi það í sér í kvöld í að kannski takið einn leik að þeir hafi í sér. Mér finnst það ekki líklegt að þeir hafi það inn í sér í hjartanu sínu og Þórsararnir eiginlega bara jarðið þá. Pínu. Grefi gröfina og merkjana með 3-4. Þannig að þú bara talar sóp þá? Ég tala sópinn í kvöld fyrir Þórsararna. Þeir taki bara sópinn og sópa þeim beint aftur í rúmið. Já. En þú, heldur þú að 3-4 geti gert eitthvað í Þórsarar tröllinu sem hérna í deildinni núna? Sko, ég held klárlega að 3-4 geti staðið í þeim. Já. Ég ætla að segja þetta að fara í leik 5 en Þórsararnir taki þetta. Ég ætla að segja að 3-4 taki 2 mikilvæga leiki af Þórsarunum og geta ekki klára leikinn en þeir standa í þeim, eins og maður segir. Þeir býta aðeins frá sér. Það hins vegar sko, Þórsarar eru með flest mörk skoruð, skiljanlega þeir eru á toppnum í deildinni, þeir eru með 25 mörk skoruð. Það dálítið mikið fyrir þeir hafa unnið alla leikina sína, þeir hafa að spila 6 leiki og það núna starffræði mín alveg farin, en það dálítið mikið, þeir eru með plus-mínustölu af 18 fyrirgjöðu og þeir hafa aðeins fengið á sig 6 mörk, 1 mark í einu leik og skora restina. Það average 3-0 í hverjum leik. Það average 3-0 í öllum leikjunum fyrir þá. Fólkið heima dálítið, býst kannski við að 3-4 taki 1 leik, mögulega. Já. Fólkið svona með grunnhugmynd af því hvað geti gerst í kvöld, en getum ekki tekið það 3-4. Nei, þetta náttúrulega Rocket League eða Raketdeildin og það getur hvað sem gerst. Við höfum séð það að svokölluðu underdogs hafa unnið stóru liðin. 3-4 ekki lítið lið, en það ekki topplið eins og staðinu núna, eins og maður sá þá til og með senasta tímabil og tímabil á undan. Þeir eru þetta miðjulið. Þórsararnir, OGVF og Dusty hafa alltaf verið þetta topplið, topp 3. Spurning hvort að 3-4 geti farið og strítt Dusty núna, þessu tímabili. Þeir gerðu það senast. Já. Þannig að þeir gæti alveg farið í það og hendi það núna við Þórsararna. Það gæti alveg gerst, maður veit það ekki, en það svona það eitthvað sem segir mér að Þórsararnir komi bara það harðir í þetta að 3-4 ekki möguleika. Þórsararnir náttúrulega bara spila sinn leik, gífurlegt tempó í slettinu aðeins og mjög flottan bolta, eru góðir í sendingum og góðir að klára færin. Það það sem að skipti svolítið máli. Já. Þeir gera það bara mjög vel. Algjörlega. En það spurning hvort að leikurinn sé ekki bara tilbúinn og við getum dæmt okkur í hann. Fyrsta leik kvöldsins, Þór 3-4 fer nú að hefjast og við fáum bara svör við spurningum okkar hvort að 3-4 geti tekið Þórsararna. Alla byrja á einu leik, sjá hvað gera síðan, skulum dæma okkur í þetta. Kannski samt líka gaman að segja frá því að það var önnur breyting hjá Dusty sem við munum sjá á eftir, en það náttúrulega býður betri tíma núna eftir. En hvað heldur að 3-4 þurfi ekki bara að klára færi sín? Þeir hafa ekki verið mikið duglegir í því senastu 2 viðuregnir.
gera fastari skot og klára þetta. Þeir þurfa að klára færin sín, klárlega. Við erum með Krypto, Simmaval og Vex. Já, engin mundi í kvöld, kannski vera vakandi of lengi. Við fáum Bjarna, Rexer og Step fyrir Þórsarana. Krypto hættuleg sókn hérna, Step kemur hún til varnar, sendur Rexer, reynir að finna liðsfélaga hérna fyrir klemmuna, fara tveir í hann, hættulegt núna. Vex reynir að fara í tvísmellun, nærði ekki, Step stoppar það, Krypto hérna reynir tvísmelluna aftur. En engin liðsfélagi til að hjálpa honum að fylgja þessu. Rexer tekur þetta upp á vegginn, bara með 12 boost, en Vex missir á honum. Hvað nær Rexer að gera hérna með skemmtilegt skot, en Krypto ver. Krypto núna í skyndisóknina, Step 1 til varnar, hvað gerir hann? Hann er að sitja út í horni, Bjarni poppar sér hátt upp núna. Krypto á mótunum, fyrir flip í setti, Bjarni les hann vel. En Vex heldur sókninni áfram fyrir 3-4, Step kemst framhjá hann, Simmi heldur sókninni, sending fyrir Krypto, næri ekki að klára það. Þá kemur Step hérna á veggnum, þeir þurfa að vera duglegir tilbaka hérna 3-4, Vex með góða snertingu. Krypto klemmir hann út, Rexer heldur pressunni áfram fyrir Þórsarana, í loftinu, hefur sínt góða loftfimlinga, Simmi hreinsar þetta út, beint á Step í loftinu. Enginn að hoppa á mótum Krypto, kemur það af bakvagnum sínum til að verja þetta. Bjarni heldur sókninni áfram, Simmi flott vörn á bakvagnum. En Rexer kemur hann fyrir aftur, Vex setur hann út, það er bara Bjarni sem tekur vel á móti boltanum. Þá kemur Krypto, setur hann í vegginn fyrir Simma sem á gott skot. Rexer nær að verja þetta, Krypto reynir skoti aftur, Rexer er tilbúinn, Bjarni tekur boltan á hann, Vex reynir að koma sér fyrir, Stepi skrítinn, hann næri ekki að verja þetta nú vel, Simmi fyrir tvísmelluna, reynir að drepa hann, næri því ekki fyrir fram að markið á Þórsurunum, boltinn er ekki dauður hins vegar, Vex heldur pressin áfram, boltinn verið yfir Rexer hérna, þetta er svo óþægilegt fyrir hann, Vex næri ekki að klára þetta, Step heldur þessu úti, Krypto vill halda pressinni áfram, Rexer fekk 100 boostið sitt í horninu, kemst fram hjá Vex, Simmi núna heldur pressinu áfram. Bjarni hérna reynir að koma boltan frá, en 3-4 eru með mjög góða pressu hérna til að byrja með. Krypto þarf að bakka og þá kemur Simmi inn og Step tekur hann rólega hérna. Hefur nógan tíma, fer illa með Vex, en þá kemur Krypto, fer í vegginn og reynir skotið og Rexer þarf að verja. Þeir fara tveir í þetta, Bjarni er lengi tilbaka, Rexer með 100 boost, hann er í loftinu, fer í flippið, hvað gerir hann? Hann kemst ekki fram með Krypto, vel var í honum, Step heldur pressinu áfram, hann sendir niður Rexer, hættuleg skot, fer í slóna út, Bjarni tekur á móti boltanum, fer upp hliðavegginn, reynir að koma sér inn á miðju, en engin liðsfélagi þar, Vex poppar sér hátt upp í skyndisóknina. Það er bara Rexer sem gerir vel hérna, en Simmi er bara mættur. Step setur hann upp vegginn, það er bara Vex, en Step fær hann beint aftur, Krypto kemur þessu út til hliðar, það er Bjarni. Vex nær hreins þetta út á Simmi með skotið, Rexer núna tekur góða stjórn á boltanum, fer upp hliðavegginn, hann fer í flipprisettið, hann fékk það niður á Step missir af honum, hann er aðeins svo hægur. Pressan er ekki búinn, Rexer fékk 100 boosti á 3-4, Simmi reyndi bumpið, hann náði ekki, Rexer flott 50, Bjarni feikari og Vex setur hann held ég aðna inn fyrir Bjarna, en Bjarni tók hver var það sem hann tók úr skónum? Krypto misti öxulinn á bílunum þarna, það er bara þannig 1-0 Þór. Rétt 1:43 eftir að þessum leik. Þetta er búið að vera að saga leikjanna svolítið að menn eru lengi að skora fyrsta mark í fyrsta leik. Það er búið að vera þannig, Bjarni reynir að sóla aftur úr skónum, Vex sendingin yfir á Simma, Step setur þetta í hliðavegginn, Krypto fyrstur í boltan, reynir bara fast skot, sendingin á Simmi hittir rétt svo framhjá, hittir í viðinn þarna á markinu. Rexer núna reynir að koma boltanum út, nær því Simmi er á hliðaveggnum, reynir að koma sér fyrir á liðsfélaga, það er Krypto, hann er með flippið, hann er með skotið, sláinn, ekki með þeim í kvöld. 3-4 þurfa að fara að geta klára færin sín, Simmi hérna reynir að koma hann yfir á Krypto, en það er bara Rexer, þá kemur Vex, setur hann upp í loftið, Step nær ekki að hindra það, Bjarni og Simmi. Rexer nær ekki að hreinsa þetta vel, Krypto reynir skrítið skot á Step, nær því ekki alveg nógu vel, Vex reynir að setja fyrir aftan Þórsarana, þeir fara tveir í þetta, Bjarni lítið búst núna, Krypto mætir hann snemma, hættulegur bolti upp, Step hoppar upp í þetta, hann er búinn í boltanum, Vex með fulla stjórn á boltanum, reynir að setja hann niður hérna á Simma, Rexer kemur í veg fyrir það. Þá kemur Krypto, ekki góð snerting hérna á vegginn, en fer fram hjá Step sem er þá tótt í, þá kemur Bjarni á gott skot hérna, Step setur hann upp á Rexer.
Finnur Rexer heldur pressinu áfram, Simmi flott 50 á mótunum, Bjarni reynir að finna liðsfélaga hérna í horninu hjá Þórsörunum, hættulegu bolti, Stefnar hreins þetta út. Rexer með stjórn á boltanum núna, situr þetta í horni á 3-4, Krypto kemur svo út á hliðavegginn, þar Bjarni núna ætlar að koma þessu fyrir, finnur hann Stef missir af honum, núna seinasta sóknin fyrir 3-4, Krypto verður að gera eitthvað núna, nær yfir 1, boltinn í loftinu, Rexer heldur svo lífi. Bjarni reynir að koma sér fyrir Vex, en boltinn ennþá lífi, þetta ekki búið fyrir 3-4, Krypto kemst yfir Bjarna, hann með stjórn á boltanum, hann með sendinguna fyrir Rexer, drepur þetta og Þórsarinn ná ekki til hans til að halda nú að lífi. 1-0 Þór í fyrsta leiknum, ekki þetta rústein sem maður kannski bjóst við. Nei, 3-4 sýndu bara mjög góðan baráttuanda og voru með góða pressu fyrstu 3 mínúturnar á leiknum. Smá hík og mistök sem að verður til þess að Þórsarinn ná að skora. Þannig að 3-4 eiga þetta alveg inni. Það spurning hvernig annar leikurinn fer, hvort að Þórsararnir nái þá betri tökum á leiknum. Það geti verið alveg þannig hvort að úthaldið sé einmitt nógu gott hjá 3-4. Man geta haldið út í að standa í Þórsarunum núna. En ég verð bara að segja, mér fannst fyrri helmingurinn af leiknum fram að hálfleik vera í stjórn 3-4. Algjörlega og bara óhrættir við að sækja og mæta þeim og... Ég meina við sáum það, Krypto hana með 6 skot. Það er stórt fyrir 3-4, þeir bara missa hana af rammanum 3 var óvart. En spurningin er forbúna musterið þeirra leikvöllur hjá 3-4 geta fundið sigur á móti Þórsarunum, verið fyrstir til þess í deildinni núna á 3. tímabil gervægt deildarinnar. Við erum komin á stað í leik 2 með þennan gífurlega flotta gula bolta. Þetta fallur bolti, bónusboltinn geggjaður, Rexer næstu búinn að koma bónusboltanum inn. Bjarni núna fær 2 í þetta, Krypto á línunni verða, hann bömpar Stef líka, hættuleg bolti fyrir Bjarni með skoti, tortimingin frá Stef, Rexer með annað skot og það stöngin inn. Tók hann núna 20 sekúndur fyrir Þórsarana að skora. Pínu óheppnir 3-4 með byrjunna á öðrum leik, þurfa að halda hausnum núna hátt uppi. Já, óheppnir núna voru eins og voru ekki bara mættir, bara pressa strax frá Þórsarunum hérna. Þá kemur Vex með ágætis skot, Stef missir af honum en það bara Bjarni. Þá kemur Krypto hérna. Hann vildi finna Simmi var ekki alveg á sömu blaðsíðu, hann Krypto reynir skoti en að Bjarni kemur sér í horni á sjálfum sér, Vex fyrstur í boltan, Stef á bakvegnu, nær að hreins þetta út, Krypto reynir að lesa hann úr horninu, það sendingi fyrir og Simmi ekki nógu mikið búst til að ná þessum bolta. Krypto flott 50 á móti Bjarna, Stef fyrstur í boltan, tekur þetta rólega, vill finna Rexer á miðjunni, gerir það, Rexer núna í loftinu, fer fram hjá Simma, nær hann tvísmellunni, nei, Krypto nær að hreins þetta en ennþá hættulegt, hann fær 2 Þórsara í þetta. Vexen að setja hann hérna upp á Krypto en Bjarni nær þessu. Krypto reynir aftur yfir á Simma en Rexer ver þetta mjög vel. Þá kemur Stef. Vex fær bústið í horninu sinu, Stef reynir að koma sér fyrir Krypto og Vex far saman í þetta. Krypto flott 50, Stef næstu búinn að finna Rexer hann fljótandi í loftinu, klemma frá Stef. Það fyrir bara hættulegu bolti, þeir tala ekki nógu vel saman, 3-4 þarna hættulegt núna, Krypto verður að gera vel, fær flippið, kemst fram hjá Stef, Simmi nær ekki að fara undan boltanum á móti Rexer, Bjarni í loftinu, fyrir flippir í settið, hann með flippið, fyrir tvísmelluna, Krypto, vel gert á bakvagnum sínum. Krypto heldur áfram hérna upp, setur hann í vegginn, setur hann niður og reynir skemmtilegt skot! Wow! Oh my! Klemman hérna frá honum, jarðklemman beint úr loftinu. Hornafræðin upp á 10. Ja, kannski ekki klemma en hann reyndi að hugsunin þarna 1-1 í leik 2. Við erum aftur 0-stilt í þessu leik með rétt rúma 3 mínútur til stefnu. 3-4 geta bitið frá sér, þeir eru búin að sína það. Nú þurfa þeir bara að halda haus og gera þetta aftur en hérna kemur Stef. Fær 2, 3-4 menn í þetta, Rexer fyrir tvísmelluna á loftinu, Simmi tilbúin í að vera í þetta, Stef með 0 búst, heldur pressunni, Krypto vill finna Stef, nei Vex á hliðinu, það bara Bjarni, núna Vex reynsar þetta hátt upp, losa sér bara við boltan. Þá kemur Stef og Krypto með leiðilega
touch hérna og Simmi áfram heldur þessu á lífi yfir á Vex sem að fer niður, það Simmi. Reynir skotið, það bara Step yfir á Bjarni í loftinu, hann ekki með liðsfélag, Krypto sér það, reynir að finna sjálfur liðsfélag, finnur það ekki, bömpa Rexer af þessu, Vex missar á boltanum, Simmi kemur til bjargar, Krypto ekkert boost, þeir vita það ekki, Þórsarnir hættulegu bolti, Simmi næstum búinn að ná bömpuna þarna. Þá kemur Step hérna með gott boost og reynir skotið en það bara Simmi með gott touch, Bjarni einn tilbaka, Krypto mætir honum. Bjarni fekk ekki boostið, Rexer tekur það líka af honum, Vex inn á miðju á Simmi með skotið, Step rétt svo að verja þetta, Bjarni núna með 100 boost, fer upp hliðarvegginn, neglir honum frá sér, Krypto gerir vel á mótunum, bumpað, Step núna, sendir hann beint og Krypto í loftinu, ætlar að finna Simma, það bara Rexer. Bjarni missir á honum, þá kemur Vex með ekkert boost, setur hann skemmtilega vegginn, Step með hættulega sendingu hérna fyrir, þá kemur Rexer. Krypto nær að verja þetta vel, Bjarni reynir að finna Step niðri, næri því ekki alveg vel gert hjá Krypto, komið í veg fyrir þetta, Simmi núna í sókninni, reynir að koma sér fyrir, Rexer verja þetta vel, núna sendingin fyrir hérna á miðju, Þórsarið þar? Nei, bara Krypto sem tekur stjórn á boltanum, vil komast fram hjá Bjarni, kemst fram hjá honum, Step verja þetta til hliðar og heldur áfram. Step kemur honum fram hjá Simma, það Krypto, fær 100 boostið, þá kemur Vex, setur hann upp á vegginn. Nær góðu 50 hérna og næstu því gott skot, Step þarf allan að verja. Simmi heldur pressunni áfram fyrir 3-4, Step kemst ekki fram hjá Krypto með hreinsuninu sína, Krypto með boost, fylgir boltanum hérna, kemst fram hjá Bjarni, hættulegu bolti, Vex, setur hann fyrir, Krypto snýr tilbaka, Step, ekkert boost líka, Simmi reynir skotið, Rexer þar tilbúinn, tekur þetta alveg yfir, það Krypto til að koma í veg fyrir hreinsunina, Simmi núna fyrir með skotið, hittir ekki alveg á ramman, Þórsarar rétt svo að sleppa með skrekkinn hérna, Vex heldur pressunni áfram og doppelcommittir frá Þórsurum, Krypto missi boltan frá sér þarna. Svolítið klaufalegt, þeir voru í erfiðri stöðu hérna Þórsarar, Rexer setur hann yfir á Step, Simmi tekur hann þægilega, fer upp á vegginn, það bara Bjarni. Vel lesið á Simma, Rexer reynir að lesa þú horninu, reynir sendinguna fyrir á Step, Krypto nær að bömpa Step í burtu, Rexer 0 boost, heldur pressunni, Vex með stjórn á boltanum, kemst fram með Bjarna, núna Step og Rexer á móti þeim, Krypto! Klemman við Rexer, 3-4, núna 2-1 yfir, 8 sekúndur eftir að þessum leik 2, þetta svart fyrir Þórsara. Geta 3-4 haldið út núna, 8 sekúndur sem þeir þurfa að halda út til að taka fyrsta leik tímabilsins á móti Þórsurum. Kickoffið í hag Þórsara, Bjarni missir á boltanum. Krypto missir á henni líka! Drepur þetta, Step með skotið, Simmi verða, Rexer heldur svo lífi, hann ennþá lífi, Rexer ekkert boost, Bjarni lítið niðri, hann setur það í bakveginn, Krypto, setur þetta í hotnið sitt, komið honum niður! Rexer núna inn á Step með skotið, Vex verða út til hliðar, Bjarni verða að halda sér nálægt núna, gera 3-4 það ómögulega og vinna Þórsarana, fyrsti leikur sem að Þórsarar tapa á þessu tímabili og vá, ég gæti ekki haft bara, ég veit ekki hvað skal segja hérna. 3-4, ef ég stelu þessu frá Snorra, tróða sokku upp í minnun á mér fyrir þetta, ég veit ekki annað hvað skal segja. Viltu éta hattinn minn? Ég skal éta hattinn, þú mátt endilega, ef þú ert með hatt hérna, þá mátt endilega gefa mér hann. Ótrúlegt hjá 3-4 og bara baráttu, gleði, andi, hika ekkert. Vel gert hjá 3-4 að taka fyrsta leik af Þórsurum á þessu tímabili. Já, það er ótrúlegt að það hafi geta gerst. Við heldum að Dusty myndi gera það, en það voru 3-4 fyrstu til. Núna þurfa þeir að gera það bara aftur. Þeir hafa náð einu leik, 1-1 í þessari viðureign. Liðið fyrst upp á 3 mörk, vinnur þetta. Ef að Þórsarar tapa hérna, þá munu OGVF líklegast vera í fyrsta sæti, en leikur 3 hafinn núna. Hættulegt hérna, Bjarni setur hann yfir á Rexer. Setur hann fyrir, reynir tvísmelluna, en Vex nær að koma þessu frá, en það engin mættur. Simmi úr horninu sínu neglir sig í burtu, Rexer 100 búst tilbaka, setur þetta upp í loftið, Bjarni ekkert
tilbúin í þetta. Vex setur þetta í bakveginn sinn, Rexer missir af honum, Crypto setur þetta upp á hliðarvegginn og sjálfan sig, reynir að feika Step, nærði ekki, Vex á móti Bjarna, hefur betur hann Vex, Rexer missir á boltanum, Simmi inn á miðju núna, Crypto setur þetta í bakveginn, Step skrítin hérna, Crypto nær að koma hann í burtu frá Step. Þá kemur Rexer hérna, heldur honum vel í loftinu, fer fram hjá Vex, nær öðru touchi en þar Simmi valur mættur, Step hérna, reynir að fara á hliðarvegginn en þar bara Crypto með gott 50. Núna Bjarni í loftinu, Vex gerir vel í að koma í veg fyrir það, en Crypto setur hann hættulega í burtu, núna Vex missir á hann, nei, Rexer nær að reynsa hann, Simmi einn tilbaka, klemmir hann fram hjá Rexer, hann fekk 100 bústið hann Simmi núna með tvísmelluna, þessi Bjarni klemmir hann út, þar Rexer sem heldur skyndisókninni áfram, Vex setur hann út á Step missir að rammanum, hvað í gangi hérna í kvöld? Þvílíkur leikur í gangi hérna, Bjarni, Simmi setur hættulega sendingu, Vex þarf að setja hann fram, það bara Rexer og Step, en Vex hérna með gott touch, nær hann skotinu, nei. Crypto núna af hliðarveggnum, með smá tíma til að vinna með þér, finnur Simma á miðjunni, fær alla 3 Þórsarar í þetta, Step nær fylgisu, það bömpa honum af, Vex býst ekki við því, Bjarni upp hliðarvegginn, lítið búst fyrir hann til að vinna með, núna Crypto, hreinsar þetta út til hliðar, engin Þórsari þar, Step tekur 100 bústið á miðjunni, Rexer poppar sig upp hliðarvegginn á sjálfan sig, lítið bústið á 3-4, Crypto með 100, Rexer í loftinu, reynir að setja niður, klemmir hann út til hliðar, Crypto fer í bústi í staði, reynir að gefa Simma tíma, Bjarni undan, flott 50 á Simma. Step kemur hérna með góða sendingu á Bjarna sem setur hann fyrir og Step rétt missir á honum. Þá kemur Crypto, setur hann upp, en það bara Rexer með gott skot! Og Simmi ekkert búst til að vinna með og þarna finna Þórsarar fyrsta markið. En eins og í seinasta leik, þá eru með 2 mínútur 48 sekúndur 3-4 til að jafna metin. Nægur tími á klukkunni, ekki einu sinni komin hálfleikur. Step hérna með gott 50, þá kemur Vex með no boost, fer í loftið, það bara Bjarni sem að vinnur þetta. Bjarni birtist hann fyrir framan Simma, tekur boltan af honum, Vex bakkar fyrir aftan á 3-2, Rexer fljótur að reyna að finna Bjarna í skyndisóknina, reynir mösti, nærði ekki, Vex neglir þessu upp, Rexer heldur sókninni áfram fyrir Þórsara, Simmi missir af honum, Step missir af honum, Crypto, flott 50, núna Vex með skotið, einhver hana, Step nær að verja þetta, Simmi, núna reynir að sendingun á Crypto missir af Bjarni, hreinsar þetta út til hliðar, Vex setur þetta út á miðju, Simmi tilbúin í þetta, reynir að finna Vex aftur, Vex missir að rammanum þarna. Nær 100 bústinu samt í horninu, þar Crypto, fer yfir Bjarna, nær hann tvísmellunni, nei. Náði ekki alveg, Bjarni reynir að setja í skyndisókn, nærði ekki, Rexer setur þetta í hliðarvegginn, Crypto reynir að halda boltanum nálægt sér, Step nær fínu 50, Rexer verður að hreinsa þetta vel, reynir að finna Bjarna, Crypto fyrstu til, Simmi núna af hliðarveggnum, hann með lesninguna, já, nær tvísmellunni, en nær ekki sendingunni fyrir. Vex reynir að setja hann fyrir, það bara Crypto sem að nær að setja hann fyrir yfir á Vex, hvað Simmi? Jó, Simmi missir rétt svo á rammanum, Bjarni nær ekki að finna Step, lítið búst til Bjarna, nær einni snertingu, núna Crypto, nær góðu 50 á móti Bjarna, Bjarni næstu í lendi fyrir Stepana, Step ekkert búst á móti Simma, hættuleg klemma yfir á Rexer, Rexer á móti engu bústi á Vex, Vex einhvern veginn nær að verja þetta, Simmi núna, nær að verja á móti Step, Bjarni einn til varnar, flott 50 á Simma, nei, hann klippar vitlaust. En Rexer nær að finna Bjarna í skyndisóknina, Crypto missir bolta frá sér, Rexer með skotið, Vex missir af honum, Rexer missir líka af honum, Step núna reynir tvísmellu til hún að nærði ekki, Vex. Yfir á Crypto og gott 50 hjá Bjarna, Vex á ekkert búst, Simmi þarf að taka við, það bara Rexer, Vex, nær góðu touchi hérna, Simmi, kemur sendingarna, það bara enginn. Crypto nær að halda pressunni áfram, Rexer missir af honum, hann ekki nógu fljótur, Bjarni poppar svo hátt upp, Step ekkert búst, finnur Vex. Vex held að Bjarni núna í skyndisóknina fyrir Þórsarana, það 2 komin tilbaka, wow, þetta var sko handbolti, poppaði hátt upp þessi bónusbolti, Rexer í tvísmelluna, missir rétt svo á rammanum. Gott 50 hérna hjá Bjarna, Simmi á lítið búst og þannig að setja hann upp og það bara Step sem missir á honum, Rexer har að taka hann hérna. Rexer yfir 1, fram hjá hinum 2,
Krypto hreinsar þetta langt út til hliðar. Við erum á 0 sekundu. Boltinn lendir núna, Krypto með 100 boost, kemst fram hjá Stef. Bjarni nær að verja þetta, Vex heldur svo lífi. Bjarni missir á hennu, Simmi aðeins og framalega og boltinn lendir þarna aftur. Sigurinn hjá Þórsurum bara með einu marki, ekki þetta 3-0 eins og vanalega og staðan 2-1 í viðureigninni. Ekkert síðari leikur hjá 3-4 heldur en seinustu 2. Simmi óheppinn í þessu leik, bara að hitta ekki ramman þarna. Og 3-4 bara mjög skemmtilegan leik og standa vel í Þórsurum. Það er eins og Þórsararnir séu svolítið hikandi. Það er eins og þeir séu ekki alveg að spila sitt besta. Ég er sammála því, ég meina við sjáum 3-4 hérna með 8 skot á móti 5 skotum hjá Þórsurum. 3-4 verja þar af 3 skot, Þórsararnir neðast til að verja þarna 5 skot. Og við færum okkur í 4. leikin núna á Þingvöllum eða Pingvöllum og ég veit ekki hvort liðið tekur þennan leik. Ná 3-4 að knýja fram 5. leik. Það væri rosalegt fyrir þá að gera það. Komast í leik 5 á móti Þórsurum er ekki grín, dömur mínar og herrar. En leikur 4 hafi núna. Stef hérna setur hann upp í loftið, Vex þar að taka hann í þakkið og þar er bara Bjarni. Hættulegt að Stef Vex þarna, Krypto næra kominum út en er Tortín, Bjarni með skotið, Simmi lesan vel, Stef með stjórn á boltanum, ætlar flikkið, feikar Krypto, næri ekki að feika Vex hins vegar, Rexer heldur pressinu áfram, Puls, Krypto með boltan í loftinu, kemst fram í einum, reynir að fara undir Stef, næri því ekki. Þá kemur Stef áfram, Vex missir af honum, Simmi gerir mjög vel hérna. Setur hann fram hjá Rexer, Vex er á miðjunni, nær hann að gera eitthvað með yfir Bjarni og nær tortímingunni, þar er Krypto en vel gert hjá Rexer. Núna skyndisókn hjá Þórsurum, Stef reynir skoti, hratt nær ekki á markið, Simmi verða vel, Rexer núna kemur boltanum aftur fyrir, við finna liðspila á hliðinni, Stef kemst fram í einum, nær hann að gera eitthvað með þetta, fær flippið, Simmi gerir vel í á bömpunum í burtu, Bjarni núna í hotninni á 3-4, kemst fram í einum, reynir sendinguna inn á miðju, Vex ennþá pínu skrítin en kemst ekki í boltan. Rexer í loftinu með smá boost, fer í handbolta skotið, Stef, flott. 50 fyrir hann, Vex núna í skyndisóknina fyrir 3-4. Þá kemur Simmi hérna með gott, þeir var báðir í hann hérna, svolítið erfitt. Fer fram hjá Krypto og erfitt hérna hjá 3-4, þeir eru svolítið óskipulagðir. Simmi. Bjarni núna kemur sér fram hjá Vex, Krypto einn tilbaka, poppar sér hátt upp, losar sér við boltan, Rexer tekur stjórn á boltanu, tortímt af Krypto, Bjarni í loftinu á móti Vex. Flott 50 fyrir 3-4. Krypto fer fram hjá einum, fer fram hjá tveimur, þá er Simmi en Bjarni. Vex núna er tortímta Stef, Þórsarar hafa stjórn á boltanum, losar sér strax við hann Stef, poppar sér hátt upp. Simmi vill taka tíma í þetta, kemur sér fram hjá Stef, Bjarni fær boltan í hendunar, vill gera eitthvað með þetta, fær flippið, reynir að koma sér fyrir, kemst ekki alveg fyrir, Stef aðeins og framalega, er þetta nú fast skot? Já! 3-4! Yfir í leik 4. Herðu, þetta er nákvæmlega sami tími og Þórsarar skoruðu á hann. Í leik 3. Þetta er markamínútan mikla, 2 mínútur og 48 sekundur. Ég er kófsveittur hérna, ég er stressaður fyrir hönd Þórsara og 3-4. Ég veit ekki hvernig þetta fer, mínir herrar. Stef missir á boltanum, Rexer kemur hann til bjargar, Vex núna í tvísmelluna. Næri ekki góður 50 á móti Stef, Rexer fyrir boltan í henduna, Krypto heldur pressunni áfram. Bjarni lítið búst á bakvagnu, Simmi! Rexer, Krypto nær að klára þetta! Hefði Rexer varið þetta almennilega út, þá hefði þetta verið varsla kvöldsins, myndi ég nú segja. 3-5-4, 2-0 á móti Þór. Ég veit ekki hvað skal segja, en já, þeir eru svo sannarlega búin að tróða sokk upp í þig núna. Já, ég er að vera búinn með hennan hatt sem þú gafst mér núna áðan. Núna, Stef er skotið, þú skalt geta orðin þín núna. Fenrir, Þórsarar finna markið mjög fljótt hérna, setja þetta aftur í einsmarsmun.
2-1 hérna fyrir 3-5-4. Þeir þurfa að hanga á þessu, þurfa að sækja meira og sækja hana sigur. Þeir geta það alveg. Rexer með eina tortímingu. Crypto kemur fljótt í að setja boltan yfir til Þórsaranna. Bjarni hættulegt úr sínu eigin horni. Flott 50. Crypto nær ekki snertingunni. Rexer setur þetta í horni á 3-4. Þar er Vex sem poppar sig yfir 1 step aðeins og framalega. Nær til boltans í tæka tíð. Simmi af hliðavegnum með stjórn á boltanum. Sendingin fyrir kannski með flippið. Nær skotinu. Bjarni les hann vel. Rexer kemur honum áfram, þar kemur Simmi, setur hann vel út í vegginn en Simma tortínt, þá kemur Crypto með skrýtna sendingu hérna á Vex sem þarf að gera vel. Simmi í loftinu á næran tvísmöllinni hérna með gott skot. Sendingin niður á Crypto og Crypto klárar þetta aftur. 2 marka forysta 3-4. Tvísmellan frá Simma hérna rétt svo yfir og Crypto tilbúin í að klára þennan. Step með að reyna hérna must-í save en mér finnst bara Þór vera að gefa á 3-5-4 allt of mikinn tíma á boltanum hérna. Virða á allt of mikið núna. Það er ekki gott að virða andstæðinginn of mikið. Bjarni í loftinu. Enginn á mótunum, fær flippið, nær ekki fram hjá Vex. Hættulegu bolti, step. Léleg snerting hjá henni. Simmi aftur, reynir tvísmelluna, missir á boltanum. Vex fyrir langt tilbaka. Bjarni á step. Vex mætir mjög vel hérna, þá kemur Rexer í loftið, setur hann í veggi, nær hann annari snertingu, já kemur góða sending á Bjarna en Crypto með góða vörslu. Step, backflipar hann, nær ekki til boltans, Bjarni heldur pressuna áfram fyrir Þórsara, mínúta til stefnu núna, þeir þurfa að fara að gera eitthvað á Þórsaranni, þeir þurfa að skora núna. Crypto nær ekki fram hjá Bjarna, Step núna, kemst fram hjá Vex, Simmi einn tilbaka, Rexer með skoti, Simmi tilbúinn þar, kemst ekki fram hjá Step, Vex hættulegur bolti, Crypto kemur hann til bjargar. Rexer sendingin inn á miðju á Step, setur þetta í bakvegginn, Crypto til í þetta, heldur sér nálægt boltanum, nær flippinu, Bjarni les sendinguna vel. Þá kemur Bjarni, fer illa með Vex þarna, þá kemur Step með skotið og þvílík varsla hjá Vex en Rexer kemur og klárar. 30 sekúndur, Þórsarar þurfa að finna 1 mark núna, 3-4 þurfa að halda út í 30 sekúndur. Þetta voru lengstu 30 sekúndur sem að 3-4 hafa upplifað á lífsárunum sínum, skal ég ekki segja ykkur. Þvílíkur leikur sem við erum að fá hérna í kvöld, staðan er 3-2 hérna. Skemmtileg kick-off fyrir Þórsara. Simmi setur þetta beint í Rexer, Vex verður að setja þetta tilbaka á Crypto. Bjarni ekki nógu fljótur á hliðavegginn, Step núna, klemmir hann á bakvegginu sínum, Vex heldur pressinu fyrir 3-4. Þórsara verða að komast yfir að hinn helminginn, Step reynir að gera eitthvað hérna, kemst ekki fram með Crypto. Þetta er að verða pínu dapurt hérna fyrir Þórsarana. Vex með skotið, 0 sekúnda núna. Step yfir á Bjarna, Bjarni reynir skoti, Crypto vill bara drepa þetta og þeir gera það. 2-2 í viðuregni og við erum að fara í leik 5. Fyrsta skiptið þar sem að Þórsarar fara í leik 5 á þessu tímabili. Þvílíkur tími fyrir 3-5-4 að stíga upp. Þvílíkur tími. Eru þeir að fara að vera fyrsta liðið til þess að vinna Þórsarana á þessu tímabili? Það gæti bara vel verið, Fenrir. Þórsararnir þurfa bara að hætta að virða 3-5-4 svona mikið og fara að spila sinnleik, ekki að leyfa þeim 3-4 að spila bara sinnleik. Þórsarar þeir þurfa að spila, láta 3-4 pínu svona lúta niður fyrir hamri Þórs núna. En 3-4 hafa bitið vel frá sér við þessum hamri frá Þórsurum sem að hefur lítið gert. Bara enginn hefur náð að gera það seinustu 2 viðuregnir en 3-4 klárlega rétt skipting að mínum að taka Tossis út og Crypto inn. Það er bara Crypto er límið fyrir þá núna og klárlega búin að kveikja í Simma og Vex. Núna leikur 5 að fara að hefjast. Við töluðum hérna í byrjun útsendingar svona sterkustu line-up þó í sletti nú aðeins hérna. Þetta geti alveg verið möguleiki á mjög sterku line-upi hérna. Crypto, Simmi og Vex. Þetta er mjög sterkt line-up ef þú ert að fara að vinna Þórsarana. Það er klárlega þannig en leikur 5 hafinn. Og
fyrsti leikur kvöldsins komin í leik 5. Þetta bara ávísun á hrikalega skemmtilegt kvöld. Þetta kemur Stepp með skotið og Rex missir á honum. Skemmtilegt spil hjá Þórsurnum. Krypto missir boltan frá sér hérna. Bjarni finnur Stepp á miðjunni sem að kemur með fast skot og Vex pínu óþægilegur hérna. 1-0 fyrir Þórsurum og við höldum áfram með þetta. 3-4 verða að svara hérna. Simmi báðum tortímt. Þórsararnir grimmir hérna núna. Bjarni í loftinu. Krypto kemur hérna og reynir að bjarga þessu. Stepp setur hann niður fyrir. Það bara Vex sem setur hann, missir hann svolítið frá sér. Simmi reynir að hoppa undan hinum, nærði ekki, herðu, Bjarni næri taka tilbaka, ég held að markið væri opið hjá Þórsurnum. Bjarni reynir að poppa sig yfir, Krypto nærði ekki, Krypto situr þetta til hliðar á Bjarna, heldur sem nálega boltanum, Bjarni flott 50. Núna með stjórn á boltanum, situr hann undir Vex. Simmi vel gert hjá honum, Stepp núna í loftinu, móti Krypto, gerir vel hann Krypto. Heldur sér nálega boltan núna, Bjarni fyrir til Vex, situr til hliðar, Simmi kemur hann til bjargar á hliðaveggi núna. Rex í loftinu, hann les Krypto, nær var rétt svo ekki til boltan. Stepp heldur pressin áfram, fer fram í einum, kemst ekki fram hjá þriðja. Þá koma 3-4 þegar að losa pressuna en það Bjarni bara mættur. Þórsararnir með gífurlega gott hugafar núna, Simmi setur hann yfir á Vex sem nær tekur ákveðt á móti boltan en þá kemur Bjarni, setur hann fyrir, það bara Stepp, þetta í sláni. Bjarni næri ekki til boltans, núna Simmi hreinsar þetta beint út á Þórsarana. Vex verður að ná til boltans, nærði ekki. Rex 100 boost, Krypto fær 100 boost í horninu sínu, nær snertingu en það 0 boost á hina 3-4 menn. Boltinn lekur hérna fyrir framan hjá 3-4 en þeir sleppa með skrekkinn. Þórsarar eru klárlega hérna með stjórn á leiknum. Bjarni reynir að koma sér fyrir á liðsfélaga. Stepp tekur þetta bara í horni, tekur 100 boosti, tekur sinn tími í þetta, kemur sér fyrir á Rex missir á markinu. Stepp heldur pressin áfram, hvar næsti 3-4 maður, hann ekki til staðar. Það var bara tímaspursmál þangað til þessi bolti fór inn. Loksins eru Þórsarar mætti með sinn leik, hann þurfti 4 leiki til en þeir eru búin að stjórna þessu leik gífurlega vel og 3-4 þurfa að fara að koma sínu tempó í gang. Þeir þurfa bara að komast á hinn vallarhelmingi fyrst. Það bara þannig. Rex sendingin yfir á Bjarna, Simmi les hana, hættilegu bolti núna. Stepp finnur Bjarna í horninu hjá Þórsurum. Bjarni reynir sendinguna yfir á Rex, nærði ekki alveg á sömu blaðsíðu. Góð tortuming hérna hjá Krypto, fyrir illa með Stepp, það bara Rex og Simmi mættur hérna. Setur hann yfir. Flott snerting hjá Rex, finnur Stepp reynir að finna Rex, Krypto kemur að veg fyrir það. Bjarni lítið búst, poppar sig hátt upp á hliðavegginn. Vex, hættilegu bolti, núna Stepp situr þetta í hornið. Simmi næst í bömpaður, næst snertingunni og fylgir boltanum hérna. Bjarni reynir að halda sóknum fyrir Þórsarana, nærði ekki. Krypto að hliðaveggnum, næst snertingunni. Stepp! Wow! Þetta! Bolti lekur fyrir fram að markið á Þórsunum 3-4 menn rosalega óheppnir með þennan bolta. Vex og Simmi hoppa saman í þetta, klemman frá Rex först en ekki á markið. Rex núna skyndisóknin. Bjarni sendingin aftur tilbaka á Stepp. Stepp tekur stund á boltanum, reynir að koma sér fyrir á liðsbíla, finnur engan. Svo tortím, þá kemur Rex, setur hann í loftið og reynir að finna Bjarna en það bara Vex. Og Vex missir á honum, Krypto þarf að taka hérna en Stepp gerir mjög vel. Þá kemur Vex og Rex mætir honum líka. Simmi þarf að setja hann upp en það bara Bjarni. Rex flott snerting hjá honum, heldur stjórn á boltanum. Vex verður þetta hátt upp, fylgir boltan með bömpal, Simma hérna. Simmi reynir að gera eitthvað hliðvegnum, það bara Rex með skotið og þetta. Hann sko með skotglerun rétt stilt í dag, hann Rex Vá! 3-4 eiga engin svör við leik Þórsara núna. Ekki í leik 5, Þórsararnir ætla sko ekki að tapa stigum hérna. Búin að tapa nógu mikið af leikjum, ætla ekki að missa stigin líka. Þetta verður erfitt fyrir 3-4 menn að vinna úr 3 mörk undir með rétt rúma mínúti hérna eftir. Bjarni hérna með skemmtilegt tilþrif á ekkert búst samt. Þar Simmi valur með erfiða sendingu hérna, Rex Styrðin í loftið, þetta dettur beint á Stepp. Flott að stjórna boltanum, ætlar að finna Bjarna inn á miðju. Fallegt spil, vel varði á Vex. Simmi reynir að finna Krypto inn á miðju, gerir það. Poppar sér langt
fram, nær ekki góðu 50 á móti Step, hann hefur betur, tekur þetta upp hliðarvegginn, sér Bjarna á miðjunni, Rexer hérna, að leika sér að tortímingunum, kannski ætlar hann að vera tortímingakóngurinn eins og hann Porsas. Step hérna mætir þessu Vex og Kristó og báði lítið búst og þetta bara 4. markið. Þetta var nú dapurleg vörn hjá 3-4 ef ég segir sjálfur frá. Þú er enginn að mæta honum hérna og auðvelt skot fyrir Step. Tankurinn er bara búinn hérna hjá 3-5-4. Bónusboltinn bara lakinn þarna, Vex vildi ekkert stoppa það. 4-0 hérna fyrir Þórsarana. Þeir sína núna sitt rétta andlit. Þurftu smá tíma í það og Vex hérna reynir að mæta en Bjarni fer fram hjá Kristó. Simmi með gott touch. Þá kemur Step, mistir á honum Rexer. Simmi. Skemmtileg tilraun þarna, Step flott 50 á móti 3-4 mönnum. Þetta er, ætla ég að segja, búið núna. Og Þórsarar fara með leik 5 hérna, jafnvel 5-0 eða ná að skora núna. Nei, hættulegu bolti Rexer með boostið. Nær hann að koma þessu fyrir, nei. Simmi setur þetta niður, Bjarni heldur svo lífi, Kristó. Verðu, þessi klemmist inn. 5-0 í 5. leik. Skemmtilegt hérna að halda boltanum á lífi. Rexer nær að klemma hann hérna, nei, nær ekki alveg að klemma hann með Kristó. Nær að setja hann bara inn. Ekki alveg, vá. Þetta var ekki viðureignin sem ég bjóst við í kvöld. 5-0 í seinasta leik, 3-4. Kristó fann sig ekki í þessum leik. Nei, ætli að hafa verið tortímingarna frá Rexer. Ég meina hann er með 5 tortímingar. Ætli það hafi verið allavega 3 bara á Kristó. Og ég held að þeir hafi tvöfaldar. Sett skotmark á hann í þessum leik og bara tekið hann út hvert einasta skipti sem þið gátu. Já, sett kannski pening á hausinn hans núna í seinasta leikin og Kristó Rexer bara ákvað að eigna sér þann pening. Vá, 3-2 í fyrsta leik. Ég veit ekki. Ég spáði rétt. Þú spáðir rétt, þú spáðir svo rétt. Fólkið heima hafði mestmagnis rangt fyrir sér og ég gæti ekki hafa haft meira rangt fyrir mér fyrir utan að Þórsar að vinni. En við skulum demba okkur í stutt auglýsingarhlé áður en við höldum áfram. Gerverk í deildinni en komum aftur að vörmu spori.
Já, komið sæl og verið velkomin aftur eftir þetta stutta auglýsingahlé. Við vorum að klára leik Þórsara 3-4 þar sem að Þórsarar fórum með sigurinn 3-2 en mjög tæpur leikur þar á milli. Því líkur leikur. 3-4 sýndu alla sína takta og gáðu okkur bara því líkan leik. Þeir gáðu okkur bara alvöru sjó. Þetta var leikrit, þetta var bara skrifað niður hérna hjá mér, þú sér það? Og skrifa niður hérna hvernig þetta myndi fara. Ég vissi það sko. Ég bara vildi ekki vera of nákvæmur. En næsti leikur er Quick á móti Dusty og Dusty er með breytingar á liðinu sínu. Eftir að náttúrulega Emil kom, við sáum í annarri umferð hvað, þetta eru góðir leikmenn þarna hjá Dusty. En þeir náðu ekki að smetla saman. Sem hættulegt í Rocket League. Þú verður að geta treyst liðsfélaginu, spila á milli og traustið er mikilvægast í Rocket League. En breytingarnar hjá Dusty ef við lítum fyrst á þá eru við, byrjum á Quick, við erum með Vano, Alfaran, Omo, Insane og það ég held að við fáum bara sama og vanalega. Vano, Alfaran, Omo held ég að verði byrjunarliðið. Já, svona eins og þú getur alltaf treyst á að fá góðan mat hjá ömmu, þá þetta bara þú getur treyst á að fá Vano, Omo og Alfaran hjá Quick. En Dusty menn, breyting hjá þeim, við fáum Vattima út og við fáum Úsik inn, en Emil fyrirgefðu, afsakið mig, Emilvald út, Vattima heldur sinni stöðu í Dusty, gamli góði, Lasa og Atli halda stöðunu sinni líka. Emil út. Ég veit ekki hvort að það hafi bara verið út að fann sig ekki með Dusty-mönnum. Það gæti vel verið. Hvað heldur að byrjunarliðið sé þá núna? Ég held að við sáum Atla í fyrstu umferð. Við sáum Emil núna í annarri umferð og ég held að við höldum bara áfram þessari línu. Við fáum Úsik núna með Vatta og Lasa. Vatti, Lasa, Úsik á móti Vano, Omo og Alfaranum. Ég held að við getum treyst á það. En það svona, við byrjum á mér áðan, hvað ég held. Hvað heldur þú að muni gerast núna á milli Quick og Dusty? Ég held að Dusty taki þetta 3-1. Já. Quick nær mikilvægum leik á Dusty sem eru aftur að svona finna taktinn eftir síðustu umferð og verða að spila þjættan leik Dusty menn. Já, það bara, ég held það. Hvað heldur þú? Sko, ég held að Dusty komi hart tilbaka. Þeir tóku pínu slag á móti 3-4. OGVF fyrirgefðu núna. Við heldum OGVF núna senast í annar umferð. Þeir tóku pínu, OGVF gáðu þeim bara pínu bakhundina og gáðu þeim kinnhest, ef svo má segja. Og þannig að ég held að Dusty verða bara pínu pirraði núna og vilji taka Quick dálítið fast. Hratt og spila sinn leik. Þannig ég held að Dusty taki þetta. 3-1. Ég held að Quick geti fundið einn leikana en Dusty með Úsik sé bara pínu hættulegt. Þannig að þú ætlar að vera sammála mér? Ég er sammálaður. Já. Þó að það sé skrifað hérna í reglunum hjá okkur hérna að ég megi það ekki. Þá ætla ég að brjóta þessa reglu og vera sammálaður. Þetta sé 3-1. Fólki heima klárlega sammála að Dusty muni vinna. Quick stuðningsmenn ekki mættir í kvöld. Það ég bara veit ekki samt hvernig Úsik mun passi í þetta. Út að Dusty eru með næstu bara voru með 3 bestu leikmenn í deildinni og þeir pössuðu ekki saman. Af hverju ætti Úsik samt að passa betur heldur en Emil? Ég held að sé bara upp á spilastílinn að gera sko. Spilastílinn, já. Það geta alveg verið, heyrðu, ég leita af skjánum og Quick stuðningsmenninni heyrðu í mér og það bara Quick tekur þetta samkvæmt þeim núna. Og ég skiptum og ég segja 3-1 fyrir Quick. Þú mátt endilega gera það, þú getur ekki treyst þínum eigin maga, þá mátt endilega gera það. Ég ætla að segja 3-2 fyrir Quick, já. Ég ætla að breyta
minni spá og segja 3-2 fyrir Quick. 3-2 fyrir Quick, hann getur ekki treyst á sinna í maga. Ég treysti ennþá á sjálfa mig og ég held að við getum, ef leikur tilbúinn, Quick, Dusty, hann ekki tilbúinn, en það sko... Króli, já. Gætirðu rétt mér einn Red Bull hana úr ískápnum? Viltu Red Bull? Já, takk. Viltu ekki bara þennan sem ég búinn að fá? Nei. Nei, ok. Nei. Að mátti reyna. Mér langaði bara í meiri Red Bull, sko, heldur en að sem þú færð. Mér langaði bara í það, en ég veit það ekki. Ég held honum bara. Hann bara minn. Þú mátt ekki fá, hann minn. Ok, já, það bara svoleiðis. Það bara svoleiðis, hann bara minn. Hann bara minn. Hafðu bara svo vilt. Já, bara á betri nótum, þá flestu tortimingar, það svona það sem að ég hef rosalega gaman af eftir að Porsa svara á einu tímabili með, eins og ég hef sagt margoft áður, yfir 200 tortimingar, þá Vatti og Alfarin í 3. og 2. sæti núna yfir tortimingar, Alfarin með 15 tortimingar og Vatti með 10. En hver heldur að sé ennþá í 1. sæti? Nú veit ég ekki. Það Lasa. Lasa? Hann með 16. Þannig að einu meira heldur en Alfarin. Einu meira heldur en Alfarin, þannig við megum búast við blóðugum bardaga og milli Quick og Dusty. Hérna hér. En þú svo dapur núna, ég get ekki haft því svona dapan þegar við erum að fara í svona góðan leik. Og eftir leik eins og Þór Grímur 4. Vá. Þá held ég að við bara getum ekki gert neitt annað heldur en að hafa þið sáttan líka, ekki bara ég sé sáttur þó að ég tími eiginlega ekki Red Bull ofan í Takk fyrir, Króli. Þetta mjög hugulsamt af þér og mér þykir bara mjög vænt hvað þú hugsar vel til mín. Það ekki? Jú. Já, það bara svoleiðis. Spurning núna hvort að leikurinn sé ekki bara tilbúinn, hvort að hann vantar leikmann hjá Dusty. Já, hérna hér. Hver heldur það sé seitt? Það getur ekki verið Vattima, hann ég veit ekki, Vattima ekki maður til að vera seitt, held ég. Mér líður þannig. Hvernig heldur að Dusty spili þetta? Hverjir verði í byrjunarliðinu? Ég held að eins og ég sagði á hann að þetta sé Vatti, Lasa og Usyk. Upp á það að Vatti og Usyk geta passa saman. Og Lasa geti verið svona pínu eins og Rexer hjá Þór. Þannig að ég held að það sé eina line-upi sem að muni virka. Heldur þá Usyk verið svona meira lím kannski á milli Vatta og Lasa? Svona tengið þá svolítið saman í rauninni og byggja upp spilið með þeim. Ég held að hann sé ekki annað til að byggja upp spilið. Ok, ef ég á alveg að fara með þetta, þá held ég að Vattima ætti að vera þriðji maður, meira. Ég held að hann sé þessi veggur sem að Dusty vantar. Ég meina við erum með eins og í Ravík þá erum með Dag sem rosalega góður í vörninni. Vano og Alfarin virkar rosalega vel í vörn. Ómó góður í að byggja upp spilið og koma þá boltanu niður á Vano. Við sáum það í tilþri vikunar. Núna að Ómó kom niður boltanum á Vano. Þannig að kannski fá að sjá eitthvað svipa á móti Dusty. En við skulum bara dempa okkur í leikinn og sjá hvort að Ómó og Vano geta eldað einhvern góða mat í kvöld. Komum staði? Við skulum koma staði. Fáum við lasagna eða fáum við pottrétt? Ég held að Quick séu í svona Quick mat. Þannig að þeir séu svona skreppa í... Er þetta klassíska samlokan? Grillu samloka eða? Ég held það skella sér í bónus og grípa Red Bull og Oat King. Ég held að þetta sé svona þannig Quick matur. En leikur 1 hafinn hérna, Quick, Dusty, Alfarin að bakverðinu sínum. Við fáum Atla, Lasa og Vattima, engan Usyk, Alfaran, Vano og Ómó. Eins og við tölum áðan, fáum við mitt Atla. Gaman að því. Vatti hérna stillt boltan upp, það bara Ómó mætti með gott skot og Lasa þeim bömpað. Og Ómó skorar hérna fyrir Quick. Ég ætla að segja, fór ekki Alfarin í, nei það Vano sem fer í tortimingatilraunina þannig að Lasa neyðist til að hoppa og Quick vinna fyrsta markið frekar fljótt í þessum leik, 17 sekundur búnar og Quick 1-0 lifir í leik 1. Vano missir af hann við Lasa á móti Alfarin. Alfarin gerir vel nær með þess að dönginu á Atla, reynir skotið Vatti
kemur svo út til hliðar. Vano reynir að vera eins og við tölum þetta verður blóðið, hættulegu bolti, Lasa! Ha! Vano, hvernig? Töframaðurinn fer, ég veit ekki hvernig hann fer að þessu að verja þetta. Hann er svo mikil töframaður. Ég held að Vano sé mjög betri varnarmönnum hérna. Þvílík varsla. Lasa hérna reynir tvísmötuna fyrir skotið en þar er Ómó. Hvaða pakka eru Kvikmenn búin að vera í fyrir þetta að verja þessa tvísmellur? Alfari með sendinguna fyrir, Ómó með skotið! 2-0! Kvik undir, það er ekki eins og komið mínúta. Alfari með möst í sendinguna á Ómó, Lasa missir á boltanum, Vatti. 118 km hraði á þessu skoti. Já, líka Vatti bara eitthvað að sleikja stöngina með dekkjanum sínum. 2-0 fyrir Kvik, þeir voru kvikkað þessu. Alfarinn reynir aftur sendinguna fyrir Ómó, hættulegt, fær 2 döstumenn í þetta. Vano næri ekki að klemma. Vano í loftinu, reynir að koma sér yfir á Ómó. Ómó aðeins og framalega, sendingin tilbaka, það er bara Lasa kemur sér fyrir Vano, reynsar þetta út. Þá kemur Vatti, þetta fyrir yfir hann, það er bara Alfarinn, reynir sendinguna en Ómó er ekki bættur. Vano yfir á Ómó. Atli lest þetta vel, Ómó reynir að koma sér fyrir, Lasa bömpaður af Ómó, Vattima líka bömpaður, Alfari reynir að fá Atla hratt í þetta, nærði ekki, Atli ætlar að koma sér fyrir, hættulega klemma núna, Vattima bömpað líka, Ómó af hliðarvegnum með 50 boost, Vatti fljótur í boltan, næra tvísmellunni að bara inn, Alfarinn verða, Alfarinn tekur þetta áfram, það er Lasa mættur og Vano setur hann hátt upp í loftið, það er enginn nema Atli og Lasa tekur hann áfram, Ómó með sendinguna yfir, Vatti á lítið búst, þar er Alfarinn, reynir að koma honum fyrir. Alfarinn núna bömpar Atla, Vano heldur pressunni áfram, Vattima verða út á Atla, Vano reynir að bömpa Atla núna, nærði ekki, Alfarinn tekur boostið sitt í staðinn fyrir boltan og það kostar Kvikmenn fyrsta markið sitt í þessum leik. Alfarinn þarf ekki boostið þarna, hann þarf boltan og Lasa nýtir sér það vel. Fastskot, 110 km hraða og vel staðsett. 2-1 hérna, Dustin á einu marki tilbaka, nú þurfum þeir að halda áfram. Alfarinn gerir vel í kick-offinu, bömpar að Lasa og Lasa fær boostið, tekur þetta hliðarvegginn, Ómó er þar, lest þetta vel, reynir að koma aftur í boltan, nærði ekki, Lasa niður á Vattima núna í loftinu, Lasa fyrir tortiminguna, missir að Alfarinn, hann er að hreinsa þetta út og fylgja boltanum hérna Atli, fyrstur í boltan, setur hann hátt í bakvegginn hjá Kvik. Ómó leitar niður og Alfarinn missir af honum, það er bara Vatti og Vano næri ekki touchinu, hvað? Ég held að Vano hafi backflippað þarna, hann hafi verið of framalega, við sjáum það kannski hérna í endursýningunni, Vatti með fastskot, Vano einmitt framalega, pínu skrítið hvernig það reynir að koma sér tilbaka, en 2-2, 2 mínútur og 19 sekúndur eftir að þessum leik. Alfarinn upplýðavegginn hérna, neglir honum bara frá sér, gefur Dust í stjórn á boltanum, Atli missar hann líka frá sér, Vano vel mætti honum, Lasa núna niður, Ómó Alfarinn allt of framalega til að komast í þennan bolta. Lasa bömpaði hérna Alfarannum, þá kemur Ómó og Atli í loftinu, Vano þarf að gera þetta vel, bara setja hann samt bara frá sér, það er bara Lasa og yfir á Atla sem á gott skot, það er bara Vatti og vel varið hjá Ómó. Alfarinn núna ætlar að koma sér í skyndisókn, nærði ekki, Vano lest þetta vel hérna, fylgir boltanum, flott 50 í honum, Alfarinn heldur pressunni, ætlar að koma sér fyrir, Atli lætur ekki selja sig þarna, Atli kemst fram hjá einum, Alfarinn reynir bömpið, nærði ekki, fær boostið sitt í horninu, er í loftinu, nægilega boost, fær flippið, kemst fram hjá Vattima, Lasa, bjargar Vattima þarna, Vano í loftinu, 30 boost, Atli missir á boltanum, hættulegt, Lasa nær hreinsunni, Alfarinn heldur sig ennþá, Dust í megin, hann er með boost, hann er með sendinguna fyrir, nær ekki bömpuna á Vatta. Þá kemur Vano en Vatti næstum því búinn að ná honum yfir. Lasa hérna í loftinu á móti Ómó en Ómó gerir mjög vel. Vatti setur hann út, þar er bara Vano sem er á gott skot. Alfarinn í loftinu, missir að hann gefur sendinguna niður á Vano, Vano núna, flott 50 á móti Lasa, Vatti hreinsar þetta hratt yfir. Atli hoppar snemma í boltan og Alfarinn kemur Ómóðana til bjargar, Atli niður á liðsfélag, finnur engan,
Flott 50 á Lasa, hættuleg bolti fyrir fram að markið á Quick en þeir ná að hreinsa þetta út. Alfarinn á Vano, þetta opið og hann missir að því. Atli rétt svo nær að snerta boltan til að verja þetta. Kemst fram í einum. Vano hérna í loftið, það bara Lasa yfir á Vatta sem á gott skot. Alfarinn ver þetta mjög vel. Setur hann fyrir, þar engin nema Vano sem hann náði 100 bústi. Alfarinn setur hann upp en þar engin, þar bara Lasa. Lasa í loftinu, niður á Vatima. Ómó lesa þessa sendingu vel. Ætlar að reyna að koma sér fyrir. Hættulegur bolti, núna Vatti hreinsar þetta hátt upp. Einhver þarna? Alfarinn núna með boltan eftir hreinsinu á Atla en þessi bolti deyr og fyrsta overtime þessara umferðar í leik 1. Quick og Dusty, hættulegur bolti núna fyrir Dusty menn þessi Vatima nýtir sér það að Ómó sér ekki hvað hann eftir tortiminguna Alfaran og Ómó heldur hann sem nógu mikið tíma en Vatti klókari núna í kvöld og Dusty fara með fyrsta sigur þessara tveggja liða en þetta var mjög jafn leikur miðað við það sem að bjóst við. Quick óhræddir bara við að mæta þeim og Dusty svolítið lengi að koma sér í gang, ef eitthvað Algjörlega Vatti hérna með 521 stig, 6 skot líka, þetta eru 12 skot frá Dusty mönnum á móti 4 hjá Quick. Þetta er 50% skotnýting hjá Quick á móti hvað? 30% það bil hjá Dusty. 33% cirka. 33, eitthvað 3 eitthvað þannig, þetta er eitthvað þannig tala en við erum komin núna forboðna musterið í leik 2 spurning kannski að Quick þurfi bara ég veit ekki, þeir gerðu allt rétt fannst mér það voru nokkur mistök þarna en Dusty bara fundu sig og núna í leik 2 Ómó reynir sendinguna fyrir á Vano, nærði ekki, hættulegur bolti, Vano nær hreinsir þetta yfir, fær 100 bústið sitt, backflippar hann, fær samt boltan bara beint aftur til sín, móti Atla fyrir undir hann, Lasa 1 til varnar núna, Vatti reynir tortimingana eitthvað á Vano, Lasa núna með boltan í loftinu, með búst, reynir að fara yfir Ómó, nærði ekki, vel gert hjá Ómó. Þá kemur Alfarinn, Atli missir af honum og Vatti reynir hérna, wow! Vano flippar vitlaust í vitlausa átt, Lasa núna fríflippið og veifdassið á hliðarvagnum Alfarinn með fast skot, hann hittir ekki á ramman, þetta hefur verið gott hefði náð að skora Quickmenn þarna, Vano heldur pressinu áfram, næri ekki að koma sér fyrir á Alfaran, Atli núna setur það í bakveginn hjá hvað gerðist þarna? Vano verða, bolti lag fyrir framan Quick markið en þeir sleppa einhvern veginn með skrekkinn. Lasa missir rétt á boltanum hana, Ómó reyna að koma sér í skyndisókn fyrir Dusty. Vano þarf að mæta þessu vel, setur hann hátt upp í loftið, þar Alfarinn, en þar Atli sem kemur sendingur á Lasa sem setur hann upp, fyrir sjálfur í loftið, setur hann í þakið og reynir að koma fyrir. Skemmtileg sendingana hjá Lasa, Atli upp hliðarvegginn, heldur pressinu áfram fyrir Dusty, Lasa núna með skotið. Skemmtilegt spil hjá Dusty, allt annar leikur heldur fyrsti leikurinn og Lasa hérna bara mikið fljótari heldur en Quickmennir og Ómó nær næstu til boltans ef hann verið aðeins fljótari á takkan á bústinu á veggnum þá það náði þessu 1-0 fyrir Dusty 3,5 búinn. Flott kick-off fyrir Dusty menn Atli kemur sér fyrir á Lasa, vel varið þarna hvort að Atli hafi farið fyrir þetta, ég stáði ekki alveg Ómó núna í loftinu, fær flippi, kemst yfir Vatima, nær hann böppinu, hann nær tortimingunni, Ómó minn! Vá, hann gerði það ómögulega, fyrir hérna í loftið, kemst fram hjá Vatima og nær síðan tortimingunni á Lasa og Atli ekki nógu hraður til að verja þetta. Þetta fer sko í klippubankan. Ómó, já hér. Og Vano hérna með skemmtilegt skot. Hættulegt hérna fyrir Dusty, Vatti gerir vel í að koma sér upp hliðarvegginn, missir á boltanum, Atli kemur hann til bjargar, heldur pressinu áfram Vano, hættuleg hreinsun hérna, Lasa lesir þetta vel, reynir að koma sér á Vatti, hann nærði ekki, þeir eru 3 Dusty menn hérna saman, en þeir sleppa með þetta í þetta skipti. Ómó rétt missir á honum, Alfarinn þarf hann á góðri snertingu hérna sem hann gerir,
Það er lítið búst á þeim samt. Vatti setur hann upp. Nær honum sjálfur og þar er bara Lasa en Vano setur hann til hliðar. Þar er Omo. Heldur áfram en Atli hérna með gott touch. Vano setur hann niður, nær hann að gera eitthvað úr þessu. Já! Vatti ver þetta á línunni, Alfari fær boltan í horninu, Atli velmætti hjá honum, Omo kemur þessu niður á Vano sem setur þetta í hliðarvegginn á sjálfan sig, setur þetta í bakvegginn, Lasa nær snertingunni, Omo tekur þetta í horni hjá sig núna, fer upp hornvegginn í þakið, nær góðu 50 á móti Vattima. Vano fær 100 bústið, en er tortímt, Alfarinn þarf að setja hann hérna fram, fær 100 búst á miðjunni, setur hann í vegginn, nær ekki annari snertingu. Þá kemur Vatti, fer yfir og yfir á Lasa. Lasa í loftinu, reynir skotið en það er bara Vano. Vel varið hjá Vano, Omo núna kemur svo hratt fram fyrir Kvikmenn, hættulegur bolti fyrir Vatti, setur þetta út í teginn hjá sér, Lasa kemur hann til bjargar, Vano setur þetta í horni, lítið búst, fær 100 bústið sitt í horninu, fer upp hornvegginn, kemst fram hjá einum, næra góðu 50 á móti Lasa, hættulegur bolti, fast skot frá Omo, boltinn dettur fyrir framan hann reynir skoti í horni, nærði ekki, vel var hjá Lasa og Vano heldur pressunni áfram, reynir klemmuna við þakið, Atli vakandi á línunni. Alfari með góða tortímingu hérna, setur hann fyrir og Omo notar Vattima sem batta bara. Þá kemur Vano, er í loftinu með smá búst og þá fer yfir Vattima! Wow! Vano hinn vígalegi skulum við kalla núna, nær flipinu hérna og flipir settinu og fer langt yfir Vatta. Vá! Og Kvikmenn eru að finna bara flottustu mörkin til að skora núna í leik 2. En þetta er ekki búið, 1:10 eftir, hættulegur bolti fyrir Kvikmenn, Omo setur þetta út til hliðar, nær að fylgja boltanum, Atli nær skotinu, vel varið hjá Vano, Alfarinn fylgir hreinsunni, Vatti með stjórn á boltanum, vel gert hjá Alfarinn að mæta þessu fljó. Alfarinn setur hann upp, það er bara Atli, setur hann niður og Lasa sem kemur með góða sendingu en það er bara Vano, er í loftinu núna, á lítið búst og Vatti hefur betur í þetta skipti. Omo hreinsunin á Vano, Vano með skotið! Þessi fyrir rétt svo fram hjá Omo núna, flott 50 á móti Vattima, Alfarinn feikar það, tekur þetta í horni hjá sér, fyrir í bústið, hættuleg klemma fyrir, Vano nær hreinsa þetta út til hliðar, Vatti lítið búst hjá honum, Alfarinn er tortímt, Omo kemur þeim til bjargar, fær flippið með skotið, Vano næstum búinn að ná til boltans og undan Atla, núna skyndisóknin frá Dusty, Omo stoppar það og ná að núllstillast í pínu. Atli hérna með lítið búst á móti Vano, Lasa þarf að gera eitthvað en Alfarinn er hérna mættur og undan. Þá kemur Vatti, setur hann upp, þar er Atli, náðu þeir að jafna hérna. Vatti hefur með góða stjórnarboltan með Vano. Alfarinn í loftinu, núna Lasa heldur þessu á lífi, Vatti heldur þessu ennþá á lífi, Lasa skilur þetta eftir fyrir Vattima setur þetta í bakvegginn, Vano setur þetta beint niður og Quick taka fyrsta leik á móti Dusty. Þetta er underdog dagur. Fyrst rífin 4 og núna Quick á móti Dusty. Dusty með 4 skot á móti 9 skotum Quick. Vano í þessum leik var frábær. Líka bara Omo, þó að Alfarinn sé hérna með 82 stig, þá er þetta 1 skot og síðan er þetta bara snertingar og kannski að setja þetta inn í. 3 tortímingar sem gætu að vera mikilvægar. Algjörlega, ég meina, segjum að Dusty voru þá með 100 búst á sér og síðan með tortín, þá er það bara 33. Þannig að, og við sjáum líka bara þó að Dusty menn hafi verið með aðeins meira yfirráð vallar, þá fannst mér Quick menn vera með aðeins meiri stjórn á boltanum og Dusty þurfa vera meira óhrættir. Mér fannst Quick vera alltaf undan í boltan. Sjáum hvort að Dusty hafa einhver svör í leik 3 núna. Omo hérna með góða, skemmtilega snertingur, reynir að setja hann fyrir, það er fyrir Atli og kemur honum fyrir, er Vano þarna? Nei! Vatti reynir að koma sér fram, Alfarinn ekki nægilega góð snerting og núna Vatti! Tortímingin tvisvar á Vano á veggnum og síðan lendir Vano þarna bara framan að hann og Vatti bumpar síðan Omo galopi mark fyrir Lasa til að klára þetta. 1-0 Dusty, 17 sekundur búnar í leik 3. Þvílíkir leiki sem við erum að fá hérna í kvöld, þvílík skemmtun.
Dusty menn eru hérna út fyrir blóðið, algjörir blóðhundar núna. Eldast við blóðið hjá Quick. Hættulega skot hérna af Vano. Ver þetta á línunni. Vano ekkert búst á móti Vatima undan í boltan. Omo ekki nægilega gott 50, hættulegu bolti. Alfarin kemst í hann. Atli tekur hann upp í loftið. Vano mætir hérna vel, þá kemur Vatti, setur hann fyrir, að reyna að finna Lasa hérna í skotið. Vano tekur hann mjög vel, á ekkert búst samt. Góð stjórnun hjá honum Omo í loftinu núna. Omo líður vel í kvöld. Ég veit ekki hvað mikið sem getur stoppað Omo þegar honum líður vel. Hættulegur bolti núna. Vatti missir af þessu. Omo kemst fram í alla. Hann með boostið til að elta þetta. Einhver inni fyrir hann til að hjálpa honum. Hann næri ekki snertingun inn í Vano. Tekur þetta upp hliðarvegginn fyrir sjálfan sig. Hann með 100 boostið. Reynir að koma sig yfir núna. Bara fyrir Lasa. Sittur út í hornið sitt. Alfarin missir af honum, reynir sendinguna en það bara Atli sem á ekkert búst núna reyndar. Þá Vano að taka mót honum, gerir það. Atli bumpar Vano samt. Atli kemur með aðra snertingu, reynir að finna Vatta en Alfarin setur hann fram. Góð tortimík hjá Vano. Það opið mark. Ekkert búst. Vano núna. Hvernig þetta ekki inni? Alfarin nær að poti sig inn loksins. Ég held að Vano væri búinn að skora hérna. Sjáum þetta aftur. Flott blikk hjá honum. Fær 2 Dusty menn, missir rétt svo af honum hana upp í samskeytunum. Alfarin á tánum þarna, puttan á púlsunum til að pota þessu inn. 1-1 í leik 3 í Neon Tokyo. Atli hérna með góða snertingu. Vano setur hann hátt upp í loftið, þar bara Omo. Nær hann að setja hann yfir Lasa. Gerir það, nær hann í tvíspöllina? Nei. En núna lítið búst fyrir Dusty menn. Alfarin reyna að koma sér aftur fyrir. Lasa hreinsar þetta beint út á Atla. Ná að framlengja þessa hreinsun. Vano fer alveg tilbaka í 100 boostið sitt. Kemst fram hjá einum. Og nær ekki á undan Vatima í boltan. Atli feikar Alfarin þarna. Þá kemur Vatti á ekkert búst og fer fram hjá og þá tekur Atli við. Á bústið til þess að fylgjast eftir, hittir hann ekki. Alfarin, gott 50 hjá Vatta. Vano á veggnum og Lasa setur hann niður. Alfarin þarf að taka þetta. Hættulegu bolti fyrir fram að markið. Atli missir á boltanum. Vatti í loftinu. Kemst fram hjá Omo. Alfarin kemur Quickmönnum til bjargar. Ekkert búst hjá honum. Lasa missir á boltanum á hliðarvagnum. Atli reynir fast skot á bakvegginn. Það tortímt Vatima hana. Alfarin kemur þessu bolta hérna burtu núna. Vano með stjórn á boltanum í hinum helmingnum. Og þetta hvernig átt að gera skyndisókn. Quick standa hérna fyrir sínu og eru mjög fljótir í skyndisóknina. Opið mark fyrir Quickmenn hérna. Vano fulla stjórn á þessu. Ekkert stress hjá Vano. 2-1 fyrir Quick. Já, hér. Vano heldur bara áfram hérna, nær hann yfir Lasa, nei. Þá kemur Atli, setur hann upp á ekkert búst og Alfarin, en Alfarin tortímt, þá kemur Vatti, setur hann niður og fyrir Lasa sem reynir skotið, en Vano með góða vörslu. Atli núna tekur stjórn á boltanum, boppar svo yfir Omo nær snertingunni. Vano var skrítin eftir þessa sendingu. Hættulegu bolti, Vano nær loksins snertingu, hættulegu bolti fyrir Alfarin. Heldur sér nála boltanum, velgert hjá honum. Vano fylgir sér hratt eftir, fær 100 boostið á miðjunni, af hliðarveggnum. Alfarin að leita tortimingum á meðan. Omo fylgir þessari 50 á móti Atla. Núna boltinn hangandi í loftinu. Vano tekur stjórn á honum. Vano reynir að finna Omo en Vatti á undan, en Omo ennþá í loftinu. Atli tekur hann vel. Vano hérna með fast skot og Alfarin næstum því búinn að skora. Lasa reynir skyndisóknina. Atli nær að fylgja boltanum eftir tortiminguna. Omo nær snertinguna bakveggnum sínum. Alfarin flott bump á Vatima. Omo niður á Vano. Vano með skoti, missir að rammanum. Atli nær ekki nægilega góðu 50 á móti Alfarin. Alfarin vill finna Vano hinum en nærði ekki. Vatti reynir að koma sér í skyndisókn fyrir Dusty menn. Lasa hættulegu bolti fyrir. Vatima missir af honum. Alfarin nær að hreinsa þetta út fyrir framan markið á Quick. Já, hér þvílík óheppni hjá Dusty, þá kemur Vano, missir af honum og Alfarin. Vano tekur hann samt. Vatti á 100 boost og fer með hann á vegginn. Góða klemmu hérna. Vano með lúmst skot. Atli neyðist þess að taka boltan hérna. En vel mætt hjá Vano. Vano las hann eins og opna bók og Alfarin lasa eins og opna bók líka. Vano reynir. Psychoinn klikkaða skotið. Vano
Hreinsar þetta út núna á Alfaran með skoti, Lasa tilbúin tilbaka, Atli og Lasa næstu búin að skora sjálfsmark hérna. Vel gert hjá Alfaranum, 10 sekúndur eftir fyrir Dusty að finna jöfnuna marki núna. Þetta svart, hættulegur bolti núna og Vano klárar þetta. Og það eru 4 sekúndur eftir. Tölunar segja að það möguleiki á Dusty, en það kannski svona jafn mikið eins og að hlaupa í gegnum vegg. Ég veit ekki alveg 3-1. Ég veit það ekki, það samkvæmt sögunni tekur það bara 2 sekúndur að skora mark, en það bara ekki nóg. Og Quick taka leik 2 á móti Dusty. Vano 628 stig, 4 skot, 2 vörslur, 2 mörk og 1 stóðsending. Hann var í öllu mörkunum, en síðan Alfaran Ómó einnig hluti af öllu mörkunum. Alfaran með stóðsendingu, Ómó með stóðsendingu. Alfaran með mark. Það bara, þú ert ekki að fara að stoppa þetta Quick-lið. Þeir eru með puttan á púlsinum, ekki Dusty menn í kvöld. Og Vatima klárlega sofandi með, 3 tortímingar en 72 stig. Og Atli 140 stig, 4 tortímingar. Þetta blóðhunda, ég menn ekki, strategía fyrir Dusty menn ekki að virka. Að leita bara tortímingum virkar ekki. Við vitum þetta. Dusty menn voru með smá stjórn fyrri partinn, en Quick bara náðu stjórninni af þeim í miðbik leiksins. Og við komum í leik 4 þar sem að Quick 2-1 yfir í þessari viðeign, og hérna kemur Ómó. Ómó fór illa með Atla þarna. Vano flott pre-jump frá Atla, maður má sletta hérna. Hættulegur bolti, Atli nær ekki að lesa nógu vel. Vano reynir að taka tíma, Lasa gefur honum ekki tíma, Alfaran reynir líka að taka tíma, en það bara Dusty vilja vera fyrstir í bolta núna. Þeir ætla að vinna þetta, Alfaran reynir rítaræktið þarna, nærði ekki. Ómó í loftinu móti Atla, Atli hefur betur, Alfaran missir á honum, hættulegur bolti, Lasa með opið mark hérna og Dusty finna fyrsta marki í leik 4 á Pingvöllum. Pínu óreiða hérna hjá Quick eftir þetta. Dusty menn bara fljótari en þeir í alla bolta seinustu 40 sekúndunar. Smá óreiða eins og þú segir, en þeir hafa sýnt að Quick að þeir komast þér vel inn í leikinn þegar líður á. Þannig að þeir eiga alveg fullan séns í hérna leik ennþá. Það nægur tími til að jafna þetta og vinna þetta. 4 mínútur eftir, Vano nær ekki boltanum úr horninu sínu, Alfaran missir á boltanum, hann feikar hann fyrir Ómó. Lasa fær stjórn á boltanum með miðjunni, skilur það eftir fyrir Vatima á hliðarveggnum. Vatti reynir að finna Lasa á miðjunni, skemmtilegt tilraun hann, skemmtilegt spil. Atli reynir að halda pressinu áfram, hættuleg klemma hérna, Alfaran með negluna fram, Lasa nær að klemma hann aftur tilbaka. Vano setur þetta aftur fyrir, Lasa nær til boltans. Ómó þarf að setja henni til hliðar, það bara Atli sem missir af bústinu samt sem áður. Þá kemur Vano með gott 50, Alfaran í loftinu. Meira búst núna, Quick megin, þá kemur Ómó í loftinu, reynir sendinguna hérna og Vano! Wow! Þetta spil eins og við sáum kannski Prime Dusty verið að gera á sínum tíma. Skemmtilegt spil hérna á milli Quick-mannana, Ómó og Vano klárlega á sömu blaðsíðu í kvöld. 1-1. Við erum samtaka þegar við segjum þetta. Ég veit ekki alveg hvað er í gangi. Vano í loftinu fær flikkið, nær hann 50 á móti Vatima. Nei, Atli nægilega mikið búst á móti Alfaran með hana. Vill kannski finna Lasa. Lasa er bumpaður. Vano, mikilvægt bump þarna. Vatti setur þetta beint í Vano. Vano ekkert búst. Atli núna nær ekki doppeltappinu á móti Ómó. Þá kemur Alfaran og neglir hérna fram og Lasa tekur á móti honum og gott 50 hérna hjá Atla. Þá kemur Vatti með skotið sem Ómó þarf að verja. Atli setur hann tilbaka á Lasa, er í loftinu, fer fram hjá Alfaranum en er bumpað í staðinn. Þá kemur Lasa aftur. Ómó hérna setur hann hættulega niður fyrir markið. Næstu búinn að skora sjálfsmark. Núna Vatima styrði þetta aftur fyrir Vano með flottar hreinsun. Finnur sjálfan sig aftur, nær flikkinu, Lasa nægilega fljótur. Já, hann er að verja þetta, Ómó er þannig til fylgisu, tekur þetta í horni hjá Dusty-mönnum, fer í þakki, klemman fyrir, Atli nær ekki til boltans, Alfaran heldur pressinu áfram, Vatti, núna hreinsunin og Vano er tilbaka, setur þetta út til hliðar, á Lasa með skot. Ómó ver þetta
mjög vel, nær að fylgja boltanum hérna Atli, setur þetta hátt upp, Alfarinn setur þetta í bakvegginn, Homo aðeins það nýðast hérna á Dusty-mönnum. Þá kemur Lasa hérna með frábæran bolta en það bara Omo og Vano missir af honum eða feikar hann fyrir Omo sem gerir þetta mjög vel hérna. Smá óreiðasamt, Alfarinn fer upp á móti Vatta og fer fram hjá Vatta. Næstu búinn að koma fram hjá Lasa líka, Vano setur þetta í hornið, reynir að finna liðspila, Omo ekki tilbúinn í það. Lasa fylgjur síðan á hliðinni, Omo feikar þetta fyrir Alfaran, Vatti les þetta vel, reynir að koma sér fyrir á liðspila, Atli ekkert búst til að vinna með Lasa, 100 búst til að vinna með móti Omo. Omo nær hins þetta út, Vattima missir á boltanum, þetta opið, náður að klára þetta, Omo missir að rammanum. Rétt svo þetta var gullið tækifæri fyrir þá til að ná þessum leik í þeirra hendur. Omo nær tvematna upp í boltan, Alfarinn fær 100 bústi á miðjunni, nær hann að gera eitthvað við þetta, nei, Vatti kemur í veg fyrir það, Vano upp í lofti núna, nær að fylgja boltanum, Alfarinn hoppar líka í þetta, Atli missir á honum, Alfarinn reynir að gera eitthvað hérna á móti Lasa, Lasa leitar á Omo, hættulegt og Dusty ná markinu með rétt rúma 1 mínútu eftir og setja Kvikmenn á bakfótinn hérna, Lasa velgert að leita tortiminguna á Omo, neyður Omo í að bakka en ekki að mæta honum. 2-1 fyrir Dusty, mjög mikilvægt, nú þurfa Kvik að koma tilbaka og jafna þetta. Vano hérna með gott kick-off. Lasa í loftinu, það þarf að mæta honum, Alfarinn gerir það ekki, missir á honum, eru Dusty að skora hérna strax annað, já! Þetta hvað á maður að segja, þetta eiginlega bara, þetta verður erfitt fyrir Kvikmenn að ná þessu tilbaka núna. Við gætum verið að fara í annan leik 5 en þetta ekki búið. Þeir hafa 50 sekúndur til að klára þetta, ná þeir að gera það núna. Atli hættulegu bolti fyrir, Alfarinn ekki tilbúin í þetta, Vattima kemur svo aftur fyrir, Alfarinn nær hann að hreinsa út, já, Vano, hvar hann? Hann fær 100 bústið, hann í loftinu, sendi ekki niður á Omo, Omo nær að drepa það niður, nær að dönga Lasa, Vano núna setur þetta í hornið, Alfarinn nær að fylgja boltanum, Vatti nær að hreinsa þetta út, losa aðeins pressuna, 25 sekúndur eftir, Kvikmenn þurfa að finna markið núna, þeir vilja ná að finna þriðja markið sitt, síðan eftir það, Vano í loftinu, missir eiginlega boltan pínu frá sér. Vatti setur hann fyrir og góð tortimík hérna hjá Vatta, þá kemur Alfarinn og Lasa hérna með sendingun aftur á Atla. Tíminn að vinna með Dusty, Omo í loftinu. Vatti upp á mótunum, setur þetta bara hátt upp, eyðir tíma. Þetta búið. Og Dusty taka leik 4 hérna. Við erum að fara í annan leik 5. Það bara þannig. Annar leikur 5 í kvöld. Og Lasa með stórkostlegan leik. Ég veit ekki hver verður Oatking vikunar núna, það gæti verið hver sem Það bara þannig. Yfir á vallar Dusty með stjórn á leiknum núna, það var bara þannig. Þeir voru með alla stjórn á leiknum frá bara fyrstu sekúndu. 100% og spiluðu sinn leik í staðan fyrir að elta Kvik í sínum leik og eignuðu sér þetta. Gerði þetta bara mjög vel, klaufanlegt stundum hjá Kvik, allavega í þriðja markinu. Það nú bara að koma sér saman og klára þetta að fara í leik 5. Ég meina við sjáum það, þegar Atli fer í úr 4 tortimingum yfir í 0, þá vinna Dusty. Núna. Þeir gerðu það líka náttúrulega í leik 2, þá unnu þeir líka, en þetta stóra spurningin. Þetta leikur 5, ég veit ekki hvor að fara með þetta, en með við það að Kvik vinna fyrsta, Dusty vinna 2, Kvik vinna 3, 4. fer til Dusty, þá ætti ef við höldum þessu áfram, þá ætti Kvik að vinna. Þannig að allt í ljós í öðrum leik 5 kvöldsins, þvílíkt kvöld sem við erum búin að fá hérna, þvílíkt skemmtun. Þetta búin að vera stórkostleg skemmtun, mikið tilþrifum og skemmtilegu spili. Og svo sannarlega ekki að fara að vanta það í leik 5 milli Kvik og Dusty núna. Alfarinn fyrstur í boltan inn á miðju, Vatti setur þetta hátt upp á sjálfan sig, einhver á bakvagninum, Omo, já, hreinsar þetta út til hliðar, Vano fylgir boltanum, móti Atla, kemst ekki fram hjá honum. Alfarinn tekur stjórn á boltanum, tekur þetta upp hornið hjá Dusty-mönnum, kemst fram hjá 2, Vatti
skringilegur þarna, Lasa kemur honum til bjargar. Vano reynir að halda pressinu áfram, Vatti með fast skot, hérna hættulegur bolti. Það fyrir framhjá. Ómo tekur stjórnin á boltanum, en Lasa les þetta mjög vel. Vano þá reynir hérna seint touch, fer í loftið, hver yfir og Atli þarf að gera vel. Fylgir boltanum vel, fast skot frá Ómo. Lasa næstu búinn að skora sjálfsmark. Valdimar hreinsar þetta út á Lasa núna. Hann missir á boltanum á Vano með opið mark hérna. Mistök á hliðaveggnum hjá Lasa. Hann á að vera með hann. Hann nær hann snertinguna hana. Verða sending út á Vano sem hann óvart setur. Þetta var góð sending á Vano. Ef þetta var sending hjá Lasa, 1-0 fyrir Kvik. Því líkt og annað eins hérna í þessum leik og Vatti með ekki nógu gott kick-off. Lasa hérna með gott skot og þvílík varsla hjá Ómo. Vano nær hins þetta út en beint á Dusty mann sem skellur þessu beint fyrir á Valdimar. Vatti! Það er bara enginn kvikmaður tilbúinn í þennan bolta. Ekkert búst hjá þeim í rauninni. Alfarinn aðeins og hægur í þetta, ekkert búst hjá honum og Ómo sama stað. Aðeins rétt rúm 30 búst hjá honum. 1-1. Já, hérna hér. Núna Ómo bömpar Lasa á boltanum, Vano að hliðaveggnum. Reynir að koma svo á liðsspil á miðjunni, finnur engan. Alfarinn aðeins og hægur, óákveðinn í boltana. Vano hreinsar þetta út, Ómo fylgir boltanum. Valdimar er til varnar hjá Dusty. Alfarinn í loftinu núna. Tekur góða snertingu, bömpið á Atla aftast þarna. Vano með tækifæri, 70 búst á móti Atla. Atli hefur betur í 50-inu, fylgir boltanum hérna. Alfarinn bakkar alveg. Atli missir hann pínu frá sér. Lasa með fasta sendingu fyrir. Vatti ekki tilbúinn í það. Vano nær hérna 100 bústinu, þá kemur Ómo, setur hann yfir Atla, þá kemur Alfarinn. Nær hann tvísmöllinni? Nei. Vel gert hjá Lasa, þá kemur Vano með hann fyrir. Hvar er Ómo? Ómo er þarna! Vel varið hjá Valdimar. Atli þarf að gera vel til að koma sér í burtu. Alfarinn með fast skot. Lasa setur þetta upp hliðavegginn sinn. Tekur bara góða stjórn á boltanum, flott 50. Ómo missir á hennu, tortimginn á Ómo. Vano, flott 50, en þetta er opið. Vano verið þetta. Hættulegt núna fyrir Dusty. Þeir þurfa að gera vel, halda sókninni áfram. Lasa missir á boltanum, hann er með 100 búst. Valdimar aðeins og framalega, kannski nei. Nær klemminu út, Vano í loftinu. Fær hann flikkið. Hann reynir það, fær það ekki. Atli ekki nægilega góð hreinsum. Valdimar kemur hann til bjargar. Vatti og Atli fara saman í þetta, núna opið. Lasa hoppar þess að hátu upp á sjálfan sig, nægilega mikið búst, fær flippið, er á móti Vano, sendingin niður á Valdimar. Valdimar missir af hann opið núna. Vano pumpar Alfarinn með Atli nær að snúa. Og Vano með þvílíka vörslu hérna, það er allt að gerast í þessum leik. Lasa hérna setur hann yfir einn, nær hann Vatti með skotið. Ekkert, þú serði þetta, það er ekkert búst hjá Kvik. Alfarinn notar hérna upp á móti Ómo, Vano, ekkert búst. Dusty menn eru svo sannarlega að stela öllu hérna frá þeim. Því líkt og annað eins. Því líkt. Alfarinn hérna fær góðan, ser hann upp, en það er Atli bara mættur, mjög vel gert. Ómo þarf að fara upp með hann. Og Lasa næri þessu en Vano fær boltan, greinir skotið og Ómo næri ekki alveg til boltans þarna. Alfarinn selur sér pínu, Vano ekkert búst. Vatti með opið mark hérna. Nær hann að klára þetta, Vano! Hvernig verður þetta? Nei! Þetta er með ósköpum. Hvernig þetta verður inn hjá Dusty-mönnum. Lasa, af hverju? Það er engin ástæða til að fara í hennar bolta. Ég á ekki til eitt auka tekið orð. Þvílíkur leikur. 2-2, 1:50 eftir. Þetta getur farið hvernig sem er. Lasa í loftinu, lítið búst hjá Kvikmönnum. Vano nær ekki að koma þessum út og Dusty aftur með einsmarka forystu. Hvernig eru taugarnar hjá þér, Króli? Eru taugar eftir? Nei, það eru engar taugar eftir þetta. Ekki eftir þetta kvöld. 3-2 fyrir Dusty. Já, hérna hér. Kvik aftur á afturfætinu núna. Vano í loftinu, aðeins og hægur. Atli aftur fljótur upp á mótunum. Alfarinn kannski undan Lasa. Nei! Lasa núna reynir klemmuna fyrir. Vatti nær hann skotinu. Hann tekur lausa skoti á móti Ómo. 4-2. Þetta er að verða svart fyrir Kvik. Ómo býst við fasta skotinu frá Valdimar. Vatti núna í kvöld er búinn að vera klókur.
4-2 fyrir Dusty hérna. Við höldum áfram, Alfarinn hérna. Næja, þeir að gera eitthvað úr þessu á móti. Lassa gerir þetta mjög vel. Setur heldur áfram á veggnum. Það Omo með gott 50 hérna. Nær Alfarinn að gera eitthvað? Nei. Atli á lítið búst. Valdimar bömpar í burtu. Vano, sendingin yfir á Omo sem tekur stjórn á boltanum á hliðarveggnum. Alfarinn selur sig pínu. Lassa hár bolti upp. Þetta Fossa. Vandi missar á boltanum. Það opið mark hérna. Nær hann að koma þess yfir Lassa? Nei. Og erfitt 50 hérna. Vano á móti Valla með fullt búst. Lassa sendingin yfir á Valdimar. Valdimar reyna að koma sér aftur fyrir á Atla. Atli nær ekki fram hjá Vano. Núna Lassa með opið mark og Kvikmenn bara að selja sig. Hægri, vinstri, janúarútsölan byrja að snemma hjá Kvik. Það allt að hrynja hérna hjá Kvikmönnu núna. Þeir þurfa að halda haus, koma tilbaka. Þeir hafa 50 sekúndur til að finna 3 mörk. Þetta stíft fjall til að kljúfa hérna. En kannski með réttu hugafæri þarna á þeir því. Þeir þurfa að trúa. Hérna kemur Lassa með góða klemmu og Omo þarf að verja hérna vel. Kemur þessu yfir á Vano. Vano tekur stjórn á boltanum. Fer undir Atla. Núna upp hliðarvegginn. Ekkert búst. Tortínt. Omo feikar pínu hérna. Atla hættulegt. Alfarinn missir pínu á boltanum. Atli styrtur þetta til hliðar. Vano styrtur þetta strax inn í teiginn. Omo nær ekki að hitta markið. Þetta var mikilvægt þarna. Þeir þurftu að skora. Vano hérna reynir og það Dusty sem að taka leik 5 hérna í kvöld. Þvílíkt og annað eins. Þvílík skemmtun, þvílík leikur, þvílíkt spil. Nei, menna kannski geta þeir fundið 1 sárabóta mark og þeir gera það. 5-3 fyrir Dusty í leik 3. Pínu svona sárabóta mark hérna fyrir Kvikmenn. En þetta svo sannarlega umferð, dömur mínar og herrar. Taugana mínar eru að verða búnar og bara röddin líka eins og þarna voice-crackið, það var rosalegt, vá. Ég er orðlaus. Ekki bara umferðin sem ég býst við, 3-5-4 fyrst, taka leik 5 á móti Þórsurum, Kvik hérna í 5. leik á móti Dusty, en bara því miður náðu þeir ekki að klára þetta, þeir náðu ekki að setja kryddið á kjötið þarna. Það hrundi bara í restina rétt fyrir Kvik. Já, þetta hrundi rétt svo, en skulum skella okkur aftur í stutt auglýsingarhlé eftir þetta. Ég þarf alltaf að ná mér í vatn og kannski aðeins að róa taugana með Red Bull, en við verðum komin aftur á vörmuspori eftir þessar auglýsingar.
Velkomin aftur eftir þetta stutta auglýsingarhlé hérna. Við vorum að klára leik milli OGVAF og Dusty sem fór líka í leik 5 eins og leikurinn á milli 3-4 og Við vorum reyndar með Quick og Dusty. Eins og sést kannski þá erum við ennþá bara svona svolítið að ná okkur niður eftir þennan leik. Já, það er bara, þetta var leikur og ég meina, ég veit ekki hverju skal búast eftir þennan leik miða við hvað við erum að fara í núna. Við erum að fara í Ravík OGVAF. Það, miða við leikina í kvöld, þá gæti það líka bara að fara í leik 5. Maður veit ekki. Quick að fara í leik 5 á móti Dusty og 3-5-4 að fara í leik 5 á móti Þórsurum. Það getur allt gerst í kvöld. Ef þetta eftir uppskriftinni þá verður þetta 3-2 fyrir OGVAF á móti Ravík. Ef það eftir uppskriftinni og ég meina þetta setur samt líka, þessi leikur setur Ravík í erfiða stöðu. Núna þurfa Ravík í rauninni næstu í að taka allavega einn leik eða þeir vilja vera á, bara eiga möguleika á að vera ekki í seinasta sæti síðan. Þá þurfa þeir að gera allavega ágætlega núna á móti OGVAF. En ef við förum fljótt yfir liðið hjá Ravík þá eru við með Dag, Koppa, Porsas og Stófer. Ég held að við munum sjá, ég held að við fáum Dag, Koppa, Porsas. Ég held það. Ég held að við fáum það, ég held að sé sterkara line-upið og Stófer sé eitthvað tæpur núna eftir seinustu umferð. En maður veit ekki, Stófer alveg þekktur fyrir að rífa hausinn hratt upp eftir einhver klaufa mistök. Alveg 100% og þeir þurfa það í þessu leik. Þetta er ekkit lamba leika við sem að OGVAF er. Ef við fáum að kíkja hérna á OGVAF liðið, þar eru náttúrulega sjálfsögðu með Dan og Dansku, PS og Paxol. PS og Paxol, þetta er DD on the PP, eins og ég vil kalla, ég held samt að við fáum bara gamla góða Dansku PS. Ég hugsa það. Ég held að þeir séu ekkert að fara að gefa Ravík einhvern afslátt núna í kvöld. Þó að Paxol sé gæða leikmaður, þá bara vitum við hvað Dansku og PS geta gert saman. Það bara, við sáum á móti Dusty, rústuðu þeim seinast og ég get ekki beðið eftir að sjá Þór OGVAF til dæmis. En ef við einblímnum náttúrulega á Ravík OGVAF, millum ykkur á sem er á Twitchinu okkar, millummerki RAF fyrir Ravík og millummerki OGVAF. Endilega kjósi mig, okkur Fenri langar að sjá hvað þið haldi heima, hvort að Ravík einhvern möguleika og meðan við ræðum í stuttu máli hvað við höldum að gerist. Vilt þú byrja? Ég ætla að segja þetta fari bara eftir uppskriftinni. Ég ætla að segja að OGVAF vinni þetta 3-2. Ég ætla ekki að segja nákvæmlega sama. Ég held að þetta fari samt pínu eftir uppskrift að Ravík taka fyrsta leik og séðan taka OGVAF rest. Ravík held ég vita að þeir þurfa að taka einn leik. Þeir þurfa það núna eftir hann OGVAF, Quick, Dusty fyrirgeðu. Vá, ég er ekki með puttan á púlsinum eftir þessa leiki í kvöld. En já, ég held bara að þeir þurfa Ravíkmenn til að taka allavega einn leik. Það þurfa þeir að treysta hvor öðrum. Þeir þurfa að bara hætta að hugsa rosalega mikið hvað þeir vilja gera. Bara gera það. Hætta að hika. Nákvæmlega, þeir þurfa að taka hratt, kýla á þetta, ekki vera hræddir í boltan, gefa þeim engan tíma, spila sinn leik, taka fyrsta leik og svo bara sjá til með restina. Já, ég meina það 0-0 en ef að leikurinn er tilbúinn þá held ég að við bara getum fara að demba okkur í það og sjá hvort að Ravík hafa í sér núna í Keflavíkur hjartanu að taka kannski OGVAF núna. Það er stóra spurningin. Ef að leikurinn er tilbúinn, hann er tilbúinn. Hann er tilbúinn. Síðasti leikur kvöldsins, Ravík, OGVAF og ef þetta fer eftir uppskriftinni þá erum við að fara að fá hörkuleik hérna í kvöld. Algjörlega. Og hverja fáum við inn á, það er stóra spurningin. Ravík þekktir fyrir að rúlla aðeins liðinu sínu núna seinustu 2 umferðir
og búin að taka dálítið að leikliðum. Við fáum Dag Porsa Stófer, við fáum Stófer inn eftir seinustu umferð. Dansku PS, engin afsláttur hjá OGVAF. Dagur neglir sig fram, nær fyrsta skoti fyrir Ravík. Stófer heldur pressunni áfram. Porsas fyrstur í lofti, Dansku og Dan fara saman í þetta. PS hittur þetta á hliðarvegginn fyrir Dan. Dan gerir hérna vel og þá kemur Dagur. Kemur þessu vel fram hjá, setur sendingun á Porsas með ágætt skot sem að Dansku þarf að verja. Þannig að Stófer heldur pressunni áfram fyrir Ravík, menn Dagur snær hættulegri snertingu upp fyrir Dan. Dan reynir fast skot sem að bara lendir inni. OGVAF finna fyrsta markið. Þetta er rétt rúma 30 sekúndur. Leiðir óheppilega snertingarna hjá Dag. Já, og Porsas er nær snertingunni. Var þetta ekki teygjusnerting? Mér sýndast ekki ná snertingunni, eða að hann náði snertingunni en síðan fór að beint tilbaka. Dagur með frábært tækifæri hérna. Feikar það fyrir Porsas, fast skot, Dan er að verja það. Stófer núna heldur pressunni. Dansku nær hreins þetta út, finnur ekki liðsfélaga. Dansku reynir bara skotið. Porsas er tilbaka, reynir að standa yfir á Stófer en ekki á sömu blaðsíðu. Það er bara Dan sem heldur hérna áfram, setur hann vel framhjá og Dansku nær snertingunni. Dagur þarf að setja hann út í hornið sitt. Þá kemur PS á nógan tíma og Porsas með góða vörslu yfir á Stófer. Já, nær ekki nógu góðri snertingu. Þá kemur Dagur yfir á, Dansku yfir á PS. Dan núna í loftinu, finnur PS á hliðarveggnum sem reynir að negla fram á Dansku. Stófer nær að koma í veg fyrir þetta. Fylgir boltanum hérna, poppaði sig yfir Stófer. Dagur í loftinu, heldur sér nálægt boltanum, reynir að koma sér fram hjá Dan. Nær því ágætlega hættuleg bolti í hliðarvegginn hjá Ravík núna. Porsas fljótur í boltan, PS heldur pressinu áfram, hann er bömpaður en nær til boltans næstu í. Stófer sendingi fram á Porsas. Dan hættuleg sending á Dag. Dansku nær að verja þetta upp fyrir sjálfan sig, heldur sér nálægt boltanum, nær ekki hreinsunni út. Dagur kemur í veg fyrir það. Porsas á hliðarveggnum upp í lofti á móti PS. Nær þessu niður á liðsfélaga PS. Þá kemur Dansku og heldur áfram með boltan hérna. Með gott touch sem er fyrir fram hjá Dag, en Porsas setur hann vel í vegginn sinn og heldur áfram hérna. Fær ágætis boost og þá kemur PS á ekkert boost. Dagur með no boost, setur hann niður. Dan hérna upp við vegginn, reynir að leita sendingunni á Dansku og næstum því. Og nú er þetta hættulegt. PS hérna upp á vegginn. Reynir eitthvað hérna, reynir að fara, en Porsas mættur. Núna Porsas í loftinu, feikar þetta fyrir liðsfélagann sinn en ekki alveg á sumlaðsinn. Dagur poppar sig yfir 1, PS tilbúinn í það. Porsas lítið búst tilbaka, hættuleg skot, Porsas verið þetta. Dagur núna, tekur bústið sitt. Stófer neglir sig fram hérna, ennþá tækifæri fyrir Ravík að jafna þetta. Hættuleg bolti, PS fyrstur í boltan. Stófer upp hliðarvegginn, skilur þetta eftir fyrir Porsas sem setur þetta í bakvegginn hjá OGVAF. Enginn tilbúinn í það. Stófer núna, flott klemma bömpið hjá Porsas á PS. Dagur, flott 50, hættuleg bolti inn á miðju. Hver er fyrstur í þetta? Stófer reynir að finna liðsfélaga aðeins og framalega fyrir það. Stófer setur hann upp, Dansku er á undan Porsas, hérna setur hann niður í þagninu. Það er PS bara og Dagur næri ekki til. Og PS kemur OGVAF í 2-0. Þungur róður hérna fyrir Ravík. Þungur róður ekki ómögulegur ennþá. Þannig að 2 mínútur hérna rétt rúmar til stefnu og Ravík ennþá eftir að finna markið hérna. Eru búin að vera tæpir tvisvar. Stófer er tortímt eftir að tortíma OGVAF manni. Dansku í loftinu fær flippið, kemst fram í einum. Porsas verður þetta út til hliðar. Stófer fylgir þessu bolta fyrir hann. Hættuleg sending fyrir Dan núna. Reynir tvísmelluna, nær henni. Vá! Fallegt skot hérna frá honum. Þetta var svakalegt. Dan hérna með alvöru tvísmellu. Fallegt tvísmella. Þetta og ég eftir að sitja í ramma bara heima á mér, hengi þetta upp. 3-0 OGVAF í leik 1. Eins og við sagði ráðan, þungur róður fyrir á Dan með boltan í loftinu, fær flippið á móti. Stófer kemst fram hjá honum og bömpar Porsas. Þungt er það fyrir þá. Dagur nær vörsluna en Porsas lendir óheppilega fyrir því. Og ostakaka hjá Porsas. Þetta er óheppilegt og OGVAF svolítið setja tónin hérna með 4-0 og 1,5 eftir hérna.
Þetta verður erfitt fyrir Ravík, þeir þurfa svolítið að núllstilla sig núna, bara kannski í næsta leik og koma sterkari tilbaka. Sammála því núna PS poppar þess að hátta upp Dagur aðeins of hægur hérna til að ná þessum á hliðarvegnum. Tortímingin hættuleg, Stófer komin tilbaka, vill finna Dag á miðjunni, finnur hann svo sem hægur bolti hérna Dan, fljótur á mætisu. Ravíkmenn pínu hægir hérna, ég reyna að fylgja boltanum oft eftir, Dagur í loftinu fær flippið, kemst ekki fram hjá Dan. Upp hotnið, Porsas, nær 50 PS, missar á boltanum, dansku, kemur hann til bjargar, niður á PS hérna, poppar sig upp bakvakinn hjá Ravíkmönnum, enginn þeirra vill fylgisu og þessi endar inni. Þú verður að fylgisu bolta á bakvagnum. Æ. Stófer hikar þarna og nær ekki í boltan. Verður að hoppa í þetta til að fylgisu, en staðan hérna 5-0 fyrir OGVF og mjög erfiður róður hérna framöndan. Porsas hérna í loftinu samt fer framhjá dansku PS og Porsas hérna nær einu marki. Kannski þetta að fara að kveikja núna þessi Ravík, vel gert hjá Porsas. Alveg möguleiki, en þetta verður þungt. Þetta verður erfitt, þetta er OGVF. Það er erfitt að bara yfir höfuð að finna markið, sérstaklega eins og fyrir Ravík núna. Dansku, svona seint kick-off fyrir Stófer, Porsas, neglir þessu út til hlýðar beint á Dan, yfir á, þeir missa rétt svo á boltanu, Dan og dansku, Porsas í loftinu. PS lest hennan vel, setur þetta á dansku yfir á Dan, Dagur í loftinu. Það eru 3 leikmenn á vellinum sem byrja á D. Þetta smá ruglingur hérna í gangi. Byggðumst forláts ef við ruglumst, það er bara þannig. Stófer hérna reynir að koma nú fram, það er bara PS. Setur hann yfir Porsas og dansku hérna. Dagur og Dan hérna. Stófer setur hann fram, það er bara dansku. Náðir kannski að einu sárabótamarki, dansku heldur honum uppi, Dagur hérna. Tekur þetta pínu af Porsas, Dan heldur þessu ennþá uppi. Ég myndi að ég væri Ravík, vilja bara slúta þessu svona enda á marki heldur að þessi hefði leikið inn. Væri 10 sekundur eftir núna, þá hefði þessi leikið inn, en vantar ekki bara pínu hraða í þá? Er það ekki svona helsta, hraða í Ravíkmenn? Jú, það vantar töluverðan hraða og minna hik í Ravíkmenn. Þeir eru verið ekki að gefa OGVF svona mikið pláss og svona mikinn. Þeir eru of heiðarlegir. Já, þeir kannski hérna á fótboltamusturinu að Ravíkmenn geti fundið þetta. Fundið það að bara hætta að hika. Þetta, sko, það er munur á því að hugsa og síðan að ofhugsa. Það er mikill munur þannig á milli og Ravíkmenn að ofhugsa hlutina. Bara ef þú ert fyrsti maður þá verður að hoppa upp í boltan. Núna eins og Stófer, hann hoppar upp í boltan, gerir vel og nær að verja þetta á móti dansku. Dagur hérna setur hann fram, þar Stófer þarf að elta, gerir vel, nær hérna, þá kemur Dagur, setur hann upp í þakið, nær ágætt snertingu, en það er bara Dan. Porsas og Stófer vantar pínu að tala þarna. Hvor á að taka hann? Dagur upp hliðarvegginn, lítið búst fyrir hann, nær að fylgisu, nær hann tvísmellunni, Dan sendir þetta fyrir á Stófer. Dan og dansku fara saman í þetta. Núna er tækifæri fyrir Ravík. Porsas bömpaður á þessu, Dan ekkert búst fyrir PS. Stófer missir að rammanum. Hvar er Dagur? Dagur nær að fylgja boltanum, nær ekki skotinu markið. Porsas á afturfætinum hérna á móti PS. Porsas verður þetta hátt upp, dansku í loftinu, hættileg bolti og frábær staðsetning á skotinu hjá þeim. Þetta er skólabókardæmi hvernig á að fara í skyndisókn. Já. Ravík hérna nánast búnir að skora og OGVF á svona 10-15 sekúndur búnir að snúa þessu við og búnir að skora. Porsas núna kannski með tækifæri í loftinu, ætlar undir PS. Nær að fara yfir hann, kannski dansku verður þetta út, PS kemur til bjargar. Núna, Dan tekur þessu rólega upp hliðarvegginn, með smá búst, fer í flippið. Dagur selur sér pínu en gefur Porsas tíma, Porsas fer yfir dansku, móti PS núna, nær ekki framhjá honum. PS fer í hornið sitt, nær í 100 bústið, Dagur með fast skot. En dansku nær að hreinsa þetta út.
Dan hérna setur hann niður að reyna að finna dansku sem hann gerir, en það bara Porsas mættur, vel gert, góður hraði hérna. Dagur núna með tækifæri í skoti, Dan virta út til hliðar, dansku kemst fram hjá einum, Porsas með tækifæri á boltanum núna, 100 boost, kemst ekki fram hjá PS, Stoffer kemur pínu í vekk fyrir að Dagur ná að skjóta. Dagur hættulegu bolti þarna fyrir fram að marki OGVAF. Stoffer kemur þessu aftur fyrir, hvar næsti? Ravík maður. Dagur gefur kannski bara Porsas tíma í að mæta þessu, dansku poppar sig yfir dansku. Stoffer hérna með hættulegt, dansku neigist þess að verja þetta, hvar Dagur? Kemur hérna næran tvísmellunni, nei. Það fara PS og Dan hérna fram. PS hérna reynir að setja hann fyrir, en það Porsas missir á honum, Dagur hérna. Dagur missir á honum á móti dansku, Porsas fyrir upp hliðarvegginn sinn, neglur hann fram, Dagur að snúa tilbaka. Það verður einhver að elta þetta, það allt of mikil tími gefinn hérna núna, dansku lesandi úr horninu, já! Og Porsas nær einhvern veginn að hreinsa þetta hratt út, nær að fylgja boltanum hérna, hreinsa þetta út á hliðarvegginn. Dan tekur þetta upp í loftið, Stoffer upp á mótunum, Dagur líka kannski, já, Dagur fór líka. Porsas nær hreinsinu út, og já. PS hérna heldur áfram, reynir kemst fram hjá einum, en þar Stoffer með góða vörslu. OGVAF hérna með öll tök á þessu leik og Porsas með góða vörslu, fær 100 boostið. Nær hann að koma þessu framhjá, þeir eru mjög lágar á boostinu þarna, kemur með gott skot. Dagur, sláinn, inn og Stoffer potar þessu loksins inn, 1-1. Það sko tækifæri núna fyrir Ravíkmenn, þeir þurfa að halda þetta út og finna 1 mark núna. Miðað við pressuna sem að Ravíkmenn náðu líka að búa til á móti OGVAF sem var frábær og stóð á sínu í vörninni líka, þá klárlega möguleiki. Æ. PS hérna með tiltölulega einfalt skot sem að Dagur bara missir af. Seinni maður á að vera með þetta sem að fylgja í kick-offinu. Hann á að fylgja þessu bolta, en ekki annað svona. Stoffer, nei, Porsas hættulegu bolti, Stoffer og Porsas hjálpa staði hérna. Dagur ekkert boost fyrir hann, reynir að gera eitthvað á móti dansku, Porsas klemmir hann út með dansku, PS með stjórn á boltanum, Dagur upp á móti, fljótur að mæta, flott hjá honum. Dan tekur hann tilbaka á dansku. Porsas kemur hérna með gott skot sem að Dan tekur hann áfram, það bara Stoffer mættur, vel gert, og Porsas hittir ekki, hvar Dagur? Hann undir hann! 2-2! Ravík að finna Keflavíkur hjartað hérna. Dagur frábærlega staðsett skot, Dan á ekki möguleika og sér að PS komin of hátt upp til að verja þetta undir hann. 1:20 eftir, Ravík geta fundið fyrsta sigurinn sinn hérna núna á móti OGVAF. Það væri að stikla á stóru ef þeir gera það. Dan hérna með góða snertingu, Stoffer mætir vel, þá kemur PS og setur hann fyrir, en það bara Porsas og Dan og dansku fara aftur saman í boltan. Samskipta örðuleiki hjá báðum liðum í rauninni, en býttu hér Stoffer og PS. PS reynir að finna Dan á dansku á hliðarveggnum, Porsas til varnar, poppar sig hátt upp yfir hann, núna með stjórn á boltanum, reynir að fara fram hjá Dan, nærði í. PS fyrstur í boltan, Stoffer tilbaka, hvað gerir hann? Hættulegur hár bolti hérna. Stoffer nær að verja þetta, Porsas reynir að hreinsa þetta lengra. Dan poppar sig yfir á dansku með fast skot, nær hann tvísmellunni niður á Dan. Frábær spil hjá OGVAF. Vá, þetta eins og að horfa Barcelona spila þetta spil á milli þeirra. Dansku að feika hann fyrir Dan og enginn hjá Ravík tilbúin í þetta á stönginni. 3-2 hérna fyrir OGVAF og 30 sekúndur eftir, það alveg möguleiki hérna, þeir jafna þetta, Stoffer hérna og PS vel mættur hérna. Kemur hann áfram. Porsas núna í loftinu, kemst ekki fram hjá PS. Dan kemur sér hratt fyrir á dansku sem að skýtur, Stoffer verður þetta út til hliðar. Hann fær ekki boostið sitt sem hann vill. Dansku á PS. PS með skoti 10 sekúndur eftir hérna fyrir Ravík. Þeir verða að finna svar núna. Stoffer reynir að koma sér í skyndisókn. Dan segir nei. Þessi að deyja hérna og finna hérna OGVAF menn 4. markið.
leikur 2 búinn að vera góður hjá Ravík en Samt svona samskipta örðuleikar, menn að para báðir í boltan á sama tíma og taka hann af hvor öðrum svolítið mikið finnst mér. Algjörlega, en þeir voru ákveðnari í þessum leik sem að hjálpaði mikið. Við sjáum líka bara hérna vörslunar 3 hjá Stófer, 4 hjá Porsas, Dagur hérna samt að halda í þeim, hann er með 5 skot. Það bara að fara að klára þessi skot. Eða við sáum boltinn lag mikið fyrir framan markið OGVAF og í hornunum hjá þeim en enginn vildi fara í það hjá Ravík, allir tilbaka. Hikandi. Þeir voru með jafn mörg skot, bæði lið. Það bara að klára skotin. Það allt sem skiptir máli í þessu eins og fótbolta. Þú verður bara að skora fleiri mörk en andstæðingurinn til að vinna. Dagur reynir að poppa sér hátt upp, nærði ekki upp á móti 2 hérna. Gerir ágætlega Dan, ekkert búst hérna. Stófer poppar sér hátt upp fyrir liðsfélag en enginn vill fara í það. Dagur hættulegu bolti fyrir Stófer, feikar þetta Porsas mjög hægur hérna og þessi bolti einhvern veginn ekki að leka inn fyrir OGVAF-menn. Porsas á skyndisókninni hérna, reynir að komast fyrir þessi dettur fyrir framan markið. Dagur næri ekki að skora, dansku á móti Stófer. Stófer núna þarf að sanna sig, gerir það. Stófer setur hann hátt í lofti fyrir framan hjá sér, þar PS. Vinnur þennan yfir á Dan og Dan nær ekki að hitta á ramman. Dagur hérna með lítið búst, gerir mjög vel samt. Dan upp í loftinu, finnur dansku sem að finnur PS en vel gert hjá Stófer. Enginn tilbaka fyrir OGVAF, ná Ravík að gera eitthvað úr þessu. Stófer kemst ekki boltan undan dansku, Porsas 1 til varnar á móti dansku og PS gerir þetta vel, nær að fylgja boltanum í skyndisóknina, kemur þessi kannski fyrir, nær bömpun á Dan, núna Stófer aðeins of aftarlega til að fylgja þessu dansku með flippið, nær hann að gera eitthvað. Dagur vakandi hérna á línunni. Dagur setur hann fram hérna og þar Porsas en dansku hérna með gott touch, góða snertingu. Dan hérna á sínum vegg, heldur áfram, gott 50 hérna dansku, nú enginn aftur. Stófer með mikilvæga snertingu. Porsas poppar sig upp á PS sem poppar sig á dansku, hann með flippið, hann með skotið. Vá! Þetta bara tilþrifa miðbærin hérna, ef maður kannski kallar það. Það eru allir hérna í kvöld að koma með einhvers konar falleg tilþrif. 1-0 fyrir OGVAF í þessum leik og við höldum áfram. Ravík geta svarað þessu, þeir eru að sýna mjög góða takta, þeir þurfa bara að klára færin. Stófer missir af honum hérna, situr Porsas í leiðilega stöðu. Dagur fær hotboostið sitt hérna, kemst ekki fram með Dag, Porsas á bakveggnum. Dan reynir að koma sér fyrir Stófer, hinum megin núna, hættilegu bolti, Porsas tekur þetta fyrir framan markið sitt. Dagur bömpar PS þarna í burtu. Dan setur þetta aftur fyrir Stófer, að reyna að ná einhverju stjórn á boltanum hérna. OGVAF hafa alla stjórn, PS í loftinu móti Dag, kemst fram hjá honum. Porsas nær að verja þetta út til hliðar. Þá kemur Dan og Orrarhríð, OGVAF heldur áfram á marki hjá Ravík. Þeir eru með þvílíka völd hérna og Dan reynir. Stófer þarf að setja hann bara í hornið og Dagur með mikilvæga hreinsun hérna. Nú geta Ravík komið og sótt. PS þarf að verjast. Þetta lekur inn! Vá, hvernig lekur þessi inn? PS nær ekki alveg snertingunni sem hann þarf. Fast skot frá Stófer. Dan óþægilegur þarna á stönginni. Dansku ekki nægilega fljótið tilbaka til að verja þetta. 1-1. Ravík aftur. Þeir eiga möguleika hérna, geta fundið sigurinn. Æjæjæjæj, dansku! Af hverju segi ég eitthvað? Ég má ekki segja neitt. Æjæjæjæjæj. Og dansku kemur OGVAF hérna í 2-1 eftir 2 sekúndur. Já. Sannar það hægt að skora mark á 2 sekúndum. Þeir sanna það svo sannarlega. En OGVAF núna vilja koma sér strax í sókn. Dansku lítið búst tilbaka, næra að hreinsa þetta út. PS vakandi á hliðavagnum með flippið. Næra hann skotinu kannski. Dagur fljótir að koma í veg fyrir það. Porsas upp á móti. Skemmtilegt skot frá Dan. Dansku heldur pressunni áfram og hann missir af honum.
Dagur missir þarna af boltanum og þar að leiðandi lekur þessi bolti bara inn. Þeir eru ekki að gera sér þetta létt, Ravíkmenn. En kannski, bara kannski geta þeir fundið þetta þar sem þeir þurfa. Porsa setja með gott kick-off. PS hérna fyrir upp á hliðarvegginn. Dagur reynir að mæta honum og nærði ekki, fer fram hjá Stófer. Það eru 2 á 1 hérna. Og Dan er að bumpa hérna Porsas. Porsas nær samt ágæti snertingu. Þá kemur Dagur. Dagur núna missir af boltanum, Dan upp í loftinu, sendingin á dansku. Porsas nær að hreinsa þetta, hættilegur bolti fyrir fram að marki. Dagur ekkert búst nær að verja þetta á Porsas núna. Hættilegur bolti fyrir fram að marki á Ravík. Skemmtilegt tilraun á skot. Vá. Næstum búinn að verja þetta utan Dagur. Skotfríð OGVF hérna hættir ekki. Dagur næstum búinn að ná að verja þetta út. En náði ég ekki í endan. Og OGVF konur hérna 4-1 yfir. Það stefnir allt í þvílíkan sóp hérna í síðasta leikvöldsins. Hvað gerir Porsas hérna samt? Gott höll og Stófer. Porsas ver boltan! Ha? Ég veit ekki hvað skal segja yfir þessu. Ég er agndofa ef eitthvað. Dansku með stjórn á boltanum, flott 50 á móti Dag. 1 á móti Stófer núna. Hættilegur bolti, skemmtileg skot. Porsas ver þetta út. Dagur nær ekki bústinu sínu. Það er PS í loftinu með nægilega mikið búst til að gera það sem hann vill. Fyrir flippið, fyrir seinna flippið, nærði ekki. Núna Porsas á móti Dan. Stófer lætur tortíma sér, kannski, nei. Dan hérna kemur honum út. Fær 100 bústið en Dagur hérna með gott höll. Setur hann fyrir, það er enginn í markinu. Náður að nýta þetta. Nei, Dan verður þetta. Porsas með skotið, þeir ná að nýta þetta. 30 sekúndur, 2 mörk. Ólíklegt en það er allt mögulegt. Þeir eru alle múligmenn. 4-2 hérna fyrir OGVF í Leik 3. Ég ætla að fara að segja seinasta leik. Núna Dagur! Heyrðu! 30 sekúndur, 2 mörk í viðbót. Allavega 1 mark til að jafna. 1 mark til að jafna. Takk þetta í overtime. Gullna markinu. Það er alveg hægt. Kannski annað svona frábært kick-off fyrir Ravíkmenn. Það er það sem þau þurfa. Þetta gæti hjálpað en PS með 100 búst missir pínu boltan frá sér þarna, er skrítinn, en tortímingarna frá dansku eru mikilvægar núna. Porsas með í skyndisókninni, tekur stjórn á boltanum, hættilegur bolti fyrir fram að marki OGVF. Dan í loftinu, Stófer með tækifæri, ekki nægilega fljótur, núna dansku getur að svarað. Dansku missir á aðvissu. Dan 100 búst í hotninu, hættilegur bolti fyrir Porsas, nær að taka PS út. Stófer nær hann að reynsa þetta hratt fram núna. Nei, boltinn núna ekki lendur, tækifæri fyrir Ravík að fara í skyndisókn. PS heldur þessu Ravík megin, Stófer heldur þessu lífi. Dan ennþá lífi. Dagur núna reynir að finna Stófer á miðjunni, poppur þessu áttu, Porsas fylgir þessu hratt en Dan tortímur honum, dansku heldur þessu ennþá lífi líka. Dan kemur þessu inn á miðju en þarna fer þetta. Það var tækifæri fyrir Ravík að ná þessu. Áttu góðan senasta leik en þetta var bara aðeins of stór biti því miður. Aðeins of stór biti fyrir þá en þeir sýndu að þeir geta ennþá staðið í þessum liðum. Þetta er ekki búið fyrir þá. Það eru ennþá 7 umferðir eftir. Þeir eiga fullt efni í þetta, þeir bara þurfa að tala aðeins betur saman. Það vantaði svona upp á spilastílinn, það var smá hik, smá samskiptaleysi og svona bara leiðindi að geta ekki farið í boltan. Já. Kannski ekki leiðindi heldur svona óhefni í rauninni. Já, algjörlega. Það er hérna, en það er pínu bara OGVF eru náttúrulega, þetta topplið, þeir geta líka OGVF menn verið alveg á toppnum. Þannig að... En hvað gerir þetta fyrir töfluna núna? Hvernig eru stigatöflan núna? Við skulum líta það eftir stutt auglýsingarhlé. Skulum líta á stöðu deildarinnar, hoppum aðeins í auglýsingar á meðan við fáum aðeins að róa okkur hérna niður og sjáumst eftir smá stund.
Já, verið velkomin aftur eftir þetta stutta auglýsingarhlé hjá Oatking. Vorum að klára leik milli OGVAF og Ravík þar sem OGVAF fóru með sigurinn á Hólmi 3-0. Tæpur leikur samt, en fyrir stigatöfluna, eins og nefndir áður fórum með auglýsingarhlé, þá gerir þetta stigatöfluna mjög skemmtilega. Skulum líta á hana, en núna eru Þórsarar og OGVAF menn hnífjafnir bara á toppnum. Það ekkert sem skilur þessi tvö lið af. Síðan liggur Dusty í 3. sæti með 4 stig og 3-5-4 þar á eftir með 2 stig. Kvik og Ravík sitja á botninum, en Kvik núna eftir að taka 2 leiki af Dusty eru með +7. Ravík -9 í leikatölu. Já, það ég veit ekki hvað skal segja yfir þessu. Ravík náttúrulega stóðu sig frábærlega í kvöld. Líka Kvik, það stóðu sig allir frábærlega. Það bara þannig. En það vantar upp á hjá þessum eins og Kvik, 3-4 og Ravík. Það vantar aðeins upp á hjá þeim. Það vantaði Herslumuninn í kvöld, en þess að þú segir, þú veist, bara flott hvernig liðin að spila. 3-2 Þórsarar á móti 3-5-4, 3-5-4 sýndu mjög mikinn karakter. Dusty á móti Kvik bara eins og aftur 50 leikur, og Ravík núna, þó svo það hafi verið 3-0, að þá skoruðu þeir mörk, þeir spiluðu saman. Þetta var allt í rauninni svolítið jákvætt. Já. Hvernig þeir gerðu þetta? En ég held að næsti miðvikudagur sé ekkert verri heldur en þessi. Hann býður upp á mjög skemmtilega leiki. Byrjum á Þór Dusty, síðan tökum við 3-5-4 OGVAF og síðan fáum við botliðin til að mætast Kvik Ravík. Þannig það að fara bara að sjá hver verður á botninum. Kannski miða við í kvöld, þá býst maður við að Ravík tapi þessu og Kvik verði með yfirhöndina. En það getur margt gerst á viku. Mikið rétt. Þannig að miðvikudagurinn 9. október, ekkert síðari heldur en núna 2. október. En ég eiginlega kannski mest spenntur fyrir 3-5-4 OGVAF. Já, 3-5-4 sýndu mikinn karakter í kvöld, og með hvernig OGVAF var að spila í kvöld, ef að 3-5-4 eru alveg 100% upp á sinn leik, þá fer þetta í leik 5 og þetta fer sennilega 3-5-4 gæti alveg unnið á. Það alveg möguleiki. Með við kvöldi í kvöld, þá allt mögulegt. En með það í huga, þá viljum við þakka kostendum okkar, styrktaraðilum Gearverk, Oatking, Elko, fyrir að styðja okkur og náttúrulega okkar besta Red Bull. Með það í huga, þá sjáumst við hress og kátt á miðvikudaginn 9. október aftur hérna í stúdíónu. En þangað til, takk fyrir okkur og njóti kvöldsins.